Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudegi síðla sumars, hiti hérna í Reykjavík allavega, svolítið skrítið veður, lognmolla og heitt. En Rauðaborðið hérna í kvöld, hérna aftast í þættinu þá tekið upp þráð sem að ég hef verið með svona undanfarna daga og vikur, kallaði Rauðaþráðinn, þá fæ ég hingað eitt í senn, eitthvað svona úr vinstrinu, eitthvað úr sósíalismanum, eitthvað sem að getur spáð fyrir í svona stéttabaráttuna í okkar heimshluta. Og nú komið að Kára Gautasyni sem er ráðgjafi og var nú aðstoðarmaður Svandísar Svavarsdóttur, maður innan úr VG. Ég ætla að spjalla aðeins við hann stöðu vinstrisins, stéttabaráttunnar, sósíalismans í okkar heimshluta. Áður en að því kemur að þá ætlar hún að slá á þráðinn til Spánar. Við höfum nú svolítið verið að fjalla skógarelda sem í Spáni, mikil hitabylgja sem að þar líklega afleiðingar loftslagsbreytinga. María Lilja ætlar að tala við Kristófer Alex Guðmundsson sem að býr í Madrid ástandið þar. Áður en að því kemur að þá kemur Sigurjón Magnús Egilsson hérna og tekur á móti 3 reynsluboltum. Það Vilhjálmur Egilsson, hagfræðingur, Þórunn Sigurðardóttir, menningafrömmuður og Oddný Harðardóttir sem var nú fjármálaráðherra. Þau ætla að ræða kannski svolítið vexti og efnahagsmál í tilefni dagsins, að það eru engar fréttir úr Seðlabankanum, engin lækkun vaxta þar, en þau ræða líka önnur mál eins og vaninn er. Við höfum oft bent á það hérna við Rauðaborðið að námslánakerfið ekki að virka eins og þetta að gera. Námslánakerfið ætti að hjálpa þeim sem að koma efnameiri heimilum að geta haft jafnrétti til náms á við aðra sem að koma af betur settum heimilum, en svo ekki. Námslánakerfið þannig að þau sem ekki fá stuðninga heim, mann freistast til þess að vinna mikið og ef þú vinnur mikið þá fær ekki námslán. En hann annað sem líka hægt að finna að því að það var ákveðið að hækka vextina, en móti átti hluti af námslánunum að breytast í styrk þegar námi verið búið. Þetta hefur reynst ekki verið gott fyrir alla nemendur og það hefur verið kröfur að breyta því. Ríkisstjórnin ætlaði að gera það, en þetta er eitt af þessum málum sem að dagaði upp í sumar þegar var að vera að semja þinglok. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, hún forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta. Hún ætlar að koma til mín og ræða námslánakerfið. Vextir eru kannski svona eitt af fréttum dagsins, að við erum með hæstu vexti í heimi, hæstu raunvexti stýrivaxta í heimi og verður það áfram. María Lilja fór á stúfana meðal almennings og tók svona aðeins afstöðu fólks til þess hvort að vextir á Íslandi væru háir. En áður en að við förum út á götu með Maríu Lilju þá kemur Vilhjálmur Birgisson hingað sem formaður Starfsgreinasambandsins, formaður Verkalýðsfélags Akraness, og ég ætla að tala við hann vexti og verðbólgu og af gefnu tilefni. Hann tók þátt við því að móta samninga hér fyrir svona 1,5 ári rúmu, þar sem að markmiðið var að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum, og í gegnum lægri vexti átti að koma til mikla kjarabætur til almenning sem að hafa látið bíða eftir sér. Seðlabankinn vill ekki hleypa þeim út. Þetta prógrammi sem verður hér í kvöld. Byrjuðu viðtölin hérna bara eftir stuttar auglýsingar, en áður að því kemur þá minni ég á að það sem að drífur samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það eru bakhjarlar samstöðurinn. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði þeirra. Ef þú vilt slást í þann hóp sem heldur út í samstöðunni, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðu.is. Það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2.750 krónur á mánuði. Máttborgum vilt, og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, og það mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrir í boði áskrifenda og þökkum við kærlega fyrir. Nú ætlum við að hafa örstutt auglýsingahlé og svo kemur Vilhjálmur Birgisson hingað og talar vexti og verðbólgu og kjarasamninga. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Eina fréttum dagsins var eiginlega ekki frétt að Seðlabankinn ekki að lækka stýrivexti eins og svo sem maður reikna með, eða hvað segir þú, Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins? Já, þetta risastór spurning. Ef við horfum á greiningadeildirnar þá liggur alveg fyrir að klappstýrur Seðlabankans klöppuðu hátt og skýrt eins og vanalega og eru yfirleitt aldrei tilbúin til þess að mæla fyrir því að stýrivexti lækki hér. Enda það ávinningur bankakerfisins að hér séu bara hátt vaxtastig og þar að leiðandi kom þetta óvart. Ég verða að leyfa mér að segja samt sem áður að þetta kom mér óvart, einfaldlega vegna þess að raunstýrivextir Seðlabankans eru gríðarlega háir. Þeir eru 3,5% í dag og ef þú skoðar meðaltöl í öðrum löndum að þá eru raunstýrivextir þetta í kringum 1 til 1,5–2%. Meiri sé í Danmörku eru neikvæðir raunstýrivextir. En hér á landi skerum við okkur algjörlega úr. Við erum með stýrivextina núna í 7,5%, verðbólguna í 4%. Og þegar maður skoðar... Það er svo svipuð verðbólga í Bretlandi og þar eru stýrivextinni 4%. Nákvæmlega. 3,5% neðar. 3,5% neðar, þannig að það einhver önnur markaðslögmál sem að hér gilda og hafa alltaf gilt. Því að raunvaxtastigið hér hefur oft á tíðum verið hátt en aldrei eins og núna í raun og veru. Því að ef maður skoðar þetta aftur í tíman eins og við gerðum þegar vorum að ganga frá kjarasamningunum á árinu 2024 að þá rýndi ég til dæmis aftur til aldamóta til að reyna að átta mig á því hver raun stýrivextirnir að meðaltali hefðu verið og ef ég man þess að tölur rétt þá voru þeir eitthvað staðar í kringum 2% að meðaltali. Þannig að ég horfði alltaf á það að ef við myndum ná verðbólgunni til dæmis í 4%, þá væru þá stýrivextirnir eitthvað staðar komnir niður í 6%, en þeir eru 7,5%. Þannig að ég... Og banki segir að það sé ekki tilefni til að lækka vexti fyrir en að verði náð markmiðunum sem 2,5%, sem er engi spáir því að verða þessu ári. Þannig hann vel að segja í því sem fylgdi með að hann ekki að fara að lækka. Nei, og hann að spá meðaltals verðbólgu á þessu ári 4,2%. Hann raun og verið að tala að hún eigi eftir að hækka og þetta eiginlega alveg magnað að fylgjast með þessu einfallega vegna þess að hvenær ætlar Seðlabankinn eiginlega átta sig á því að þetta stýritæki þeirra ekki að virka sem skyldi. Þessi reyndar að sé að virka, þessi að draga úr... Sko á endanum... Þenslu á vinnumarkaði, þessi að draga úr þenslu á byggingamarkaði. Á endanum mun verðbólgan einhvern tíman fara niður og trúðu mér. Þá munu fulltrúar Seðlabankar standa upp á mjólkurkassa og öskra hátt og skýrt sjáu því, þetta tókst hjá okkur. Á endan allt sem fyrir upp, það kemur einhvern tíma niður. En það alveg ljóst á miðað við það að við gengum frá kjarasamningum til 4 ára með hófstilltum hætti og það var á sínum tíma í rökstuðningi bankans eitt af mikilvægustu atriðunum ef við ætlum að ná hér verðbólgumarkmiðunum að vinnumarkaðurinn myndi hér semja til langs tíma til að ná stöðuleika og svo framvegis. Þetta gerðum við. Það bara dugar ekki til. Þó vissulega hafi verðbólgan lækka frá því að við vorum að ganga frá kjarasamningum. Hún var eitthvað stærri kringu 7,5–8% þegar við erum í Já, svo slá alveg næstu upp í 9. Alveg upp í 9. En það sem að gerist náttúrulega fyrst og fremst það að þegar að upp undir 400 milljarðar af húsnæðisvöxtum heimilana sem að voru með svo kallu föstum óverðtryggðum vöxtum losnuðu, hafa verið að losna á þessu ári og síðast ári, þetta upp undir 400 milljarðar, þá fór fólkið úr óverðtryggðum vöxtum yfir í verðtryggða vexti og í raun og veru jókvað ráðstöfunartekjur sínar tíma. Það gerir það verkum að stýritækið á engan hátt að virka og ég segi ef að stjórnvöld og Seðlabankinn vilja stuðla hér að því að ná niður vaxtakjörum á Íslandi og láta peningastefnu Seðlabankans virka, þá ekki nema eitt sem þeir þurfa í raun og veru að gera og það að afnema hér verðtryggingu. Því að leið og það gerist
að þá mun fjármálakerfið ekki geta verið hér með húsnæðisvexti í kringu 9% og tökum bara einfalt dæmi að 55 miljón króna lán. Afborganar af því að með 9% óverðtryggða vexti eru kringum 412.000 krónur á mánuði. Það er ekkert venjulegt heimili sem getur staðið undir slíkri vaxtabyrði og ef að öll húsnæðislán landsmanna væru óverðtryggð og vextir væru þetta háir, þá er þið greiðslufall hjá stórum hluta heimila vegna þess að það gæti ekki staðið undir svona hárri vaxtabyrði. Þá myndi bankarnir þurfa að gera hvað? Þeir myndi ekki vilja heimili myndi lendi greiðslufalli. Þeir myndi bara taka heimili, það gerðu þau síðast, þau gerðu þau í hruninu. Já, en þá er engin til að kaupa það, sko. Þau geymdu það og seldu það síðan einhverjum... Já, hrunið var náttúrulega með öðrum hætti, þar seldu þetta síðan í einhverju pökkum. En það er greiðslufall, það myndi mæta 150-200-300 manns niður Austurvöll og allt er brjálað. En að því við erum með verðtrygginguna, þá er fólki smalað eins og sauðfé inn í þessa rétt og fólki gert skilt að vera þarna. Og blóðmjólkað áfram. En er þetta raunhæft að stjórnvöld búi til þessa atburðarás sem þú ert að lýsa? Að fellabötu verðtrygginguna, slæri upp vaxtabyrðin og fólk verið inn í Austurvöll og það liggur við uppreist í samfélaginu og þá loksins fáum við betri peningamálastefnu Seðlabankans. Erum menn búin að gleyma hruninu? Erum menn búin að gleyma fundunum sem haldnir voru í háskólabíói þar sem var fullt út úr dyrum? Já, ég held að já. Það sem að fólk var með eina kröfu. Það var að verðtrygging á húsnæðislánum heimilana yrði afnumin. Ég held að fólk sem búið að gleyma þessu, allavega þeir sem geta því ákvörðum þetta. Ég satt þessa fundi og ég gleymi þessu aldrei og það sem er að gerast núna er að fortíðavandinn, hann er að verða framtíðavanda aftur og það sem þyrfti að gera í raun og veru, ég satt til dæmis í sérfræðingahópi afnám verðtryggingar árið 2013 það tók okkur 6 mánuði að skila þeirri skýrslu og það var niðurstaða nefndarinnar að það yrði að banna verðtryggð lán. Menn vildu reynda að gera það í skrefum en það voru allir sammála því árið 2013. Við skilum skýrslunni í janúar 2014, byrjuðum í árið 2013. Það voru allir sammála því mikilvægi þess að þetta þyrfti að gera. Ég man þetta til þess að Steingrímur J. Sigfússon sem þá var fjármálaráðherra sagði leið og við verðum búin að ná tökum á verðbólgunni þá getum við afnumið verðtrygginguna. Menn finna alltaf upp einhverjar afsakanir fyrir því að slá þessu á frest. Verðtryggingin er fyrst og fremst bara til þess að slá skjaldborg utanum fjármálakerfið, utanum fjármálseigendur á kostnað neytenda. Til þess að þetta hafa svona háa raunvexti á almenning. Algjörlega, það snýst þetta mál. Já, en á hverju er það á Íslandi en ekki í öðrum löndum? Þetta er náttúrulega spurning sem ég hef spurt ráðamenn að og ég hef spurði inn í sérfræðingahópnum á sínu tíma. Ef að við erum svona miklu snillingar að vera með verðtryggingu, af hverju er ekki önnur lönd með þetta? Það er bara einfallega vegna þess að þetta dettur ekki einu einasta landi til hugar að fara með sína þegna eins og er verið að gera hér á landi allt til þess að blóðmjólka neytendur á kostnað fjármálakerfisins og það þarf ekki að horfa bara á tölur í fjármálakerfinu afkomu viðskiptabankana 3 sem er bara stjarnfræðilegar. Þetta eru stjarnfræðilega tölur. Bankarnir að skila upp undir 100 milljörðum í hagnað á hverju einast ári og ég hef líka velt því fyrir mér. Getur verið að stjórnmálamenn segi já, fínt að hafa þetta svona vegna þess að hluti af þessu fjármagni, hluti af þessum ofsagróða viðskiptabankana rennur síðan til ríkisins í formi arðgreiðslna eins og Landsbankans og hluta til hjá Íslandsbanka á sínum tíma. Og sem líka sem söluhagnaður. Og sem söluhagnaður. Þannig að það getur vel verið að stjórnmálamenn vilja ekki taka á þessu, vilja halda áfram að fara svona með heimilin, en þetta er einu. Það er nefnilega annar vinkill á þessu sem að ég hef aldrei fengið almennilegt svar við. Að þegar að fyrirtækin skulda þetta með minnir að það sé eitthvað kringu 3.400 milljarðar í viðskiptahagkerfinu. Hverjir eru það á endanum sem þurfa að greiða háan fjármagnskostnað fyrirtækja í verslun og þjónustu, í byggingageranum og svo framvegis?
það eru bara neytendur. Og hvert fer þetta? Þetta fer út í verðlagið og hvað gerir þetta? Þetta hækka verðbólguna. Þannig að ef að er sagt að ef að við hækkum launum x mörg prósent, þá farið það beint út í verðlagið, þá hlýtur nákvæmlega það sama gilda gagnvart skuldugum fyrirtækjum í verslun og þjónustu. Það hlýtur að leita líka út í verðlagið. Það má snúa spurningunni við af hverju þetta er svona á Íslandi, af hverju lætur íslenskur almenningur þetta viðgangast sem almenningur í öðru löndu gerir ekki. Ég get ekki dæmi að þú nefndir 100 milljarða hagna bankakerfisins sem slæði bara hátt upp í 3% af landsframleiðslu sem bara þekkist hvergi í veröldinni. Það gerðist fyrir mörgum árum að það var svona ógnað gróði í norska bankakerfinu. Þá voru bankastjórarnir kallaði fyrir þingnefnd og þeir voru látnir lofaði að gera þetta aldrei aftur. En það er engin viðbrögð við þessu. Þetta þykir ég að fyrir vera heilbrigðisástand, að það standi vel bankanir, þessi skili góðri afkomu, ávæsti vel sitt pund fyrir eigendur sína. Að ég heyri eiginlega ekki neina sérstaka gagnrýni meðal stjórnmálafólks út af hagnaði bankana. Ég tek bara algjörlega undir það með þér og ég ætla líka bara að segja, alveg eins og að mér finnst meira að segja alþýðusambandið vera allt og lynt í gagnrýni sína á fjármálakerfið og líka á stefnu Seðlabankans, á verðtrygginguna og þessa þætti. Ég hef meira að segja tekið þessi málu upp á vettvangi alþýðusambandsins sem finnst vanta meiri kraft í alþýðusambandið í að vera alvöru skjöldur fyrir félagsmenn sína hvað varða fjármálakerfið. Það sama gildir gagnvart samtökum atvinnulífsins. Þau eiga líka að vera miklu gagnrýni á vaxtastefnu Seðlabankans heldur þau eru til að verja fyrirtækin sín fyrir því að þurfa að greiða þetta háan fjármagnskostnaði eins og raun ber vitni. En eins og var alþýðusambandið með þá stefnu að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. Það er hluti af stjórnmálunum sem eru með þá stefnu. Heldur að það trufli fólki í því að ráðast á þetta megin? Að það getur litið á það að þetta er bara sjúkdómseinkenni krónunar og það er bara fínt að það komi fram til þess að við getum unnið því fylgi að hendin út og taka upp evru. Já, það var kannski frekar ávinningur fólkin í því að afnema hér verðtryggingu því að ef það er eitthvað annað, heldur verðtryggingin sem heldur á vaxtastigi, þá myndi það komi ljós. En það má vel vera að það sé rétt svona getgátur hjá þér að þeir sem vilja gangin í Evrópusambandi geti nota þetta sem vopni í því að eina leiðin hjá okkur til þess að ná niður vöxtum sé að taka upp nýjan gjaldmiðil eða gangin í Evrópusambandið. Ég held að svo sé ekki, einfallega vegna þess að þetta er ekkit náttúrulögmál. Þetta er bara mannanna verk. Það er mannanna verk hvort að við tökum ákvörðun það að vera hér með verðtryggingu sem gerir það verkum að peningastefna Seðlabankans virkar ekki. Sem meðal annars núverandi Seðlabankastjóri hefur sjálfur skrifað í fræðiritum að virkni Seðlabankans er ekki nægilega sterk og góð einfallega vegna þess að þegar að heimilin leita í skjól verðtryggingar að þá dregur það úr virkni peningastefnunar. Ég ræddi við þig þegar þú varst að gera kjarasamningarna í ársbyrjun 2024 og það voru hóflegar launahækkanir. Markmiðið var að ná niður verðbólgu og vöxtum og í gegnum það kæmu kjarabætur sem að öðrum kosti væri ekki aðgengilegar fyrir almenning, bæði með lægra vöruverði en fyrst og fremst, og þú lagðir alltaf mikla áherslu á það, með lækkun vaxta. Nú hefur þetta sumu gengið eftir að verðbólgan hefur miklu minni og ég held að eins og sérst á þeim mörkum sem voru sett í kjarasamningana að hvenær ykkur væri leyfilegt að segja þeim upp út á árangursleysi að verðbólgan er undir þeim og þeir eru ekki að fara að segja upp samningunum. En vextirnir hafi ekki elt þetta. Þannig að ávinningur sem að þú sást að gæti orðið með þessum samningum að þú ert ekki að uppskera það sem að var stemt. Nei, og þess vegna, eins og ég nefndi áðan, að þegar ég fór í þessa rannsóknarvinnu innan gæsalappa til að skoða meðaltals raunávöxtun stýrivaxta Seðlabankans til að reyna að átta mig á því hverju við ættum von á. Þannig að ef það væri 4% verðbólga þá væri það kannski 6% vextir. Já, alveg rétt rúmlega kannski 6%. Þar sá ég þetta fyrir mér.
að ef að verðbólgan myndi ganga ekki eins hratt niður eins og menn reiknuðu með, þá værum við samt að sjá hér verulega lækkun vaxta og því að 1% lækkun vaxta þýðir 32 milljarðar í auknar ráðstöfunartekjur fyrir heimilin og þetta eru þarna eru stóru tölurnar fyrir okkar félagsmenn. En það er alveg rétt að það sem að við ekki vissum að Seðlabankinn myndi halda raunvaxtastiginu svona rosalega háu og ég er algjörlega samþarður það að ef maður hefði séð þessa sviðsmynd uppi á sínum tíma þá höfðum við brugðist við með allt öðrum hætti. En við höfðum bara söguna sem við gáttum skoðað aftur fyrir okkur hvernig raunvaxtastigið var. Við sáum náttúrulega ekki framtíðina og áttum ekki vona á því að Seðlabankinn myndi ekki fylgja eftir að meiri festu með lækkun vaxta heldur raun ber vitni. En hefur ekki viljað hafa bara í samningunum rauðstrik sem að miðu við stýrivexti Seðlabankans? Jú, það var eitt af því sem að bara Það þótti verið hálfgerð synd að nefna það? Já, það var það og mörgu leyti líka vegna þess að... En svo segja að vera að stýra Seðlabankanum? Já, það var, komu svona alvarlegar athugasemdir úr þeim ranni að það væri óeðlilegt að það væri verið að setja Seðlabankanum einhver skilyrði en það má kannski segja á þessum tíma Seðlabanki var líka að setja okkur skilyrði. Hann var að segja skilyrðin fyrir lækkun vaxta sé að menn semji hér til langstíma með lægri verðbólgu, með lægri vöxtum. Býtu, okkur getum við þá ekki sett Seðlabankanum einhverju skilyrði. Samtök atvinnulífsins lögðust alfarið gegn því að vera með slík rauð strik. Þess vegna var farið í þessa greiningavinnu sem ég er búin að fara yfir til að reyna að átta okkur á því hvernig þetta myndi þróast. En því miður þá hefur Seðlabankinn ekki fylgt því eftir vegna þess að það er bara ekkert allir að taka þátt. Við getum nefnt dæmi. Við getum nefnt dæmi styrkingunu á krónunni sem hefur styrst gagnvart bandaríkjadollar hvað 8%, gagnvart evrunum 3%. Við sjáum ekki ávinningin af þessu neytendur í formi lækkunar á vörum, innfluttum vörum. Á sama tíma og krónan veikist þá getum við svona nokkurnu gengið að því vísu að við sjáum breytingar mjög hratt og örugglega í hækkun á verðlagi og ég fór nú að skoða því álit eða greiningar fjármálakerfisins einu sinni þegar að krónan veiktist dálítið skyndilega, dálítið mikið, þá kom alveg sérstakur kapli að það mætti vænta verðbólgu skots vegna þess að innflutta vörur myndu að hækka vegna veikingar íslensku krónunnar. En núna, þegar hún hefur styrst, þá sér það engan sérstakann kapla hjá greiningadeildunum það að vöruverð muni hugsanlega lækka. Tökum bensínverði sem dæmi. Að frá júlí 2013 til júlí 2025 þá hefur heimsmarkaðsverð á bensíni lækkað 17%. Í íslensku krónum. Í íslensku krónum. Og síðan hefur króna styrkað gagnvart dollara. Á sama tíma hefur bensínverð sáralítið lækkað. Þess vegna kom ég með spurningar til olíufélagana sem ég hef svo sem ekki fengið ídalu svör yfir. Það barst nú reyndar eitt í morgun sem ég á eftir að lesa. En það sem við þurfum að fá svar við, hver var framlegð í krónum talið í júlí 2023 á bensíni og olíu og hver var framlegð í krónum talið í júlí 2025 á bensín og olíu. Þá getum við séð, ef þeir myndu veita þessar upplýsingar, hvort að þeir hafa verið að taka þetta til sín en ekki skila þessu til neytenda. Og ég er samfærður það að olíufélögin hafa verið að taka meira til sín á kostnað neytenda. En það var náttúrulega líka hluti af veðmálinu í kringum samningana var að þarna er þið þjóðarátak til að ná niður verðbólgu, að þið tækjuð á ykkur að hafa launahækkanir hóværar, en á sama tíma væri þá aðhaldi á fyrirtækjunum að hleypa ekki hækkunum út í verðlagið. En þið hafið raunverulega engin tæki nema bara almenna verðbólgumælingu til þess að koma í veg fyrir það?
Nei, og það er bara þetta aðald og þessa rödd að koma því að framfæri, en það er alveg rétt. Við verðum bara að treysta því að þegar að samtök atvinnulífsins biðla til sinna aðildafyrirtækja að axla ábyrgð og taka þátt í þessu eins og þau gerðu. Við höfum nú sem dæmi sendt út 2 sameiginlegar yfirlýsingar þar sem við erum með áskorun til fyrirtækja að halda aftur að verðlagi og taka þátt í þessari vegferð með okkur. Þannig að það er ekki hægt að sakast við samtök atvinnulífsins í raun og veru að hafa ekki reynt að brýna sín aðildafyrirtæki. En það hefur bara gildir ekkert að það hefur ekkert lagalegt gildi. Það lendur að borðið á fórstjóra sem tilur að vera bara sitt hlutverk að skila sér mestum arði til eigandana. Algjörlega, og þá kannski komum aftur að því. Ég er bara enga samfélagslega ábyrgð hérna. Ég er bara ábyrgð. En við verðum líka átt okkur því hverjir eiga stóran hluta þessari fyrirtæki sem að hafa hvað mest áhrif á lífsgæði okkar. Lífeyrissjóður. Nákvæmlega. Og hverjir eru það sem eiga lífeyrissjóðuna? Eru það ekki íslenski launþegar? Og hverjir stjórna? Þeir hafa ekki alveg stjórnunar vald yfir þeim, sko. Nei, Samtök atvinnulífsins er þar með... Samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin, hví ósköpunum beita, sko, vandamálið með lífeyrissjóðuna er það að þeir eru svona hinn þögli meirihluta eigandi. Þeir skipta sér eiginlega ekki að neinu. Svo getur verið að sé ykkur einstaklingur sem eigi kannski 5-6% í stóru fyrirtæki sem stjórnu öllu. Lífeyrissjóðnir eru bara sáralítið að skipta sér af. Því að hlutverk lífeyrissjóðana er í raun og veru, þeir vilja fá meiri arðsemi í dag heldur en þau fengi í gær. En menn gleyma því að það eru sjóðsfélagarnir sjálfir. Það er launafólkið, það eru neytendur sem þurfa að greiða fyrir þessa auknu arðsemi. Og þegar þú ert komið með svona gríðarlega fjármuni inn í íslenskt hagkerfi, eins og lífeyrissjóðskerfið er með, þá kostar það okkur. Og þetta er bara vitlaust að gera þetta með þessum hætti. En það dettur til dæmis ekki... Þú meina að það sem er of mikið á almenningi lagt að það skila 3,5% ávöxtun til þessara 7.000 milljarðar bráðum? Aðalega er þetta það að lífeyrissjóðir sé að fjárfesta hér í dagvörumarkaði. Þar sem að þetta er inn í festi, krónunni, þeir eru að fjárfesta líka í olíufélögunum sem er náttúrulega gegnum krónun og festi, eiga kannski orðið 60-70% í þessum fyrirtækjum. Tryggingafélögunum og öllu þessu stóti. Og ef þú ætlar að fá arðsemi, þá þarftu að ná í það hjá sjóðsfélögunum sjálfum eða neytendum. Ég segi, lífeyrissjóðir eiga ekki að vera að fjárfesta þarna. Þeir eiga að fjárfesta í útildningsdrifnum fyrirtækjum. Eins og í sjávarútvegi og slíkum fyrirtækjum þá svo þarft ekki að varpa álögum yfir á hinn almenna neytenda. Það var miklu nær að lífeyrissjóðir var að fjárfesta þar sem að þú þarft ekki að setja þetta út í verðlagi til að fá ykkur að góða ávöxtun. En það verðbólgan er svona 4,2% á þessu ári spáir Seðlabankinn. Þú er að tala um styrkingu krónunar, segjum að sé eins og eða 5% styrking krónunar, þá ætti það að leiða til 2% lækkunar verðbólgu. Af því að svona 40% af neysluvörunum er innflutningur. En það er ekki að sjá að það sé að gerast, þannig að öllum líkjöndum má reikna með því að styrking krónunar hafi runnið bara til þess að bæta hag eiganda fyrirtækina. Það er það sem er að gerast, þess að við vorum að fara yfir núna áðan gagnvart olíufélögunum og fleiri aðilum. Og auðvitað þarf í mínum hug, og ég átti fund ekkert alls fyrir ykkur 3-4 vikum, þá kom utanríkisráðherra Þorgerður Katrín og ég átti 1,5 tíma fund með henni þar sem vorum að fara yfir ýmsum mál, meðal annars tollamál varðandi Grundartanga sem núna er búið að leysa, og ég kom meðal annars inn á þessi mál sem að lúta styrkingu krónunni, hví í óskopunum. Þetta skilir sér aldrei til neytenda þegar það er í þessa áttinu. Og af hverju er enginn sem hefur alvöru eftirlit með því að það raungerist, að neytendur njóti góðs af því. Svo er ekkert skrítið þó að menn segi krónan er ónýt. Auðvitað er hún ónýt að því leytinu til ef það gildir bara í aðra áttina að innflutningur lækki. En hann hækkar bara. Það er aldrei, þetta skila sér aldrei tilbaka. Svo tökum við þetta dæmi áfram að það sé þess að 2% lækku verðbólguna sem ekki komið fram í verðlagi heldur farið bara til að bæta hag eiganda fyrirtækina. Það veldur því að mæld verðbólga er þá 4,2% í stað vera 2,2% sem myndi þá lækka stýrivextina sem myndi kannski, ég veit ekki hvað þetta slá á 2%, 40+ milljarðar sem að
að heimilin borga þá meira í vexti heldur en ella, þannig að þetta gríðarlega alvarlegt þegar þetta gerist. Þetta mjög. Við sögðum fréttir af því hérna í gæra, þegar við erum að leika okkur að segja fréttir hérna á samstöðinni, sögðum okkur frá því að dönsku yfirvöld að þau að grípa inn í vegna hækkunar á matvæli sérstaklega og að horfa bæði á breytingar á skatti, en líka til þess að hemja einhvern veginn álagningu í matvöruverslunum. Og í Svíþjóð það sama sem upp á teiningum og þar kallar ríkisstjórnin eigendur matvælafyrirtækina á teppið fyrir að vera að okra á almenningi. Maður sér aldrei svona viðbrögð. Aldrei. Ég bara tek algjörlega undir þetta. Og það vantar miklu meiri festu og kjark og þor fyrir stjórnmálamenn að gagnrýna fyrirtækin þegar það orðið augljóst að það einhver pottur brotinn. Kalla eftir skýringum. Til dæmis að kalla eftir alvöru skýringum frá olíufélögunum. Þegar heimsmarkaðsverð hefur lækkað hér 17% og styrkingin og allt þetta. Hvað voru margir lítrar í... Nákvæmlega, ég menna ráðuneytin eru með sérfræðinga, þeir geta bara gjörsamlega reiknað þetta algjörlega út og sagt, þeir eru bara búin að hækka álagningu ykkar þetta mikið. Af hverju rann þetta ekki til neytenda? Og ef þetta gerir það ekki, þá munum við setja lög sem að marka verðir. Nefnilega Alþingi Íslendinga hefur öll tæki og tól til að bregðast við, til að verja neytendur. En því miður hefur þetta bara verið þennig að aðal varðmennskan hefur verið í kringum fjármálakerfið, í kringum fjármagnið. Þar virðist aðal varðstaðan hafa verið, ekkit núna, heldur bara alla tíð. Og það vantar, eins og þú segir réttilega, að stjórnmálamenn taki meira þátt í því að gagnrýna stórfyrirtæki og aðra harðlega fyrir hvernig þau haga sér oft á tíðum. Þú nefndir áðan að það sem að þú hefðir talið að væri svona raunvaxta stig með að við hvernig hefði verið á þessari öld, hvernig það gæti orðið með að við þá verðbólgu eins og núna og þú segir að muni svona eins og 32 milljörðum sem að heimilin borga meira í vexti heldur en að þú hefðir geta reiknað með og kannski var það sem var frá aldamótum var kannski alltaf hátt, við erum ekki að segja að það sé normalt ástand en svona miðað við að Seðlabankinn gef ekki í raunvextina í stýrivöxtunum að þá þetta svona 32 milljarðar sem heimili borgum mikið. Hvert fara þessi peningar? Þeir fara alltaf bara inn í fjármálakerfið til fjármálseiganda. Til fjármálsega ekki til þess að ég fái bara miklu meira fyrir allar inneignirnar sem ég á inn í bankunum. Það ekki það? Nei, þú þarft ekki sko, þeir sem eru með bara almenna bók skiljum eitthvað, það 0,35% vextir eða eitthvað. Þetta eru þeir sem eiga stóru upphæðirnar og þetta alltaf bara fjármálakerfið. Það þarf ekki nema að horfa á bara hvernig vaxta tekjur fjármálakerfisins hefur aukist gríðarlega, meira sé að vaxta munur hefur aukast. Þannig að það alveg ljóst að það fjármálakerfi fyrst og fremst sem að hefur verið að hagnast á þessu háa vaxtastígi. Og raunvextirnir voru hærri á þessu tímabili sem þú skoðaðir heldur en í nágrannlöndunum. Og við getum bara, til allra einföldu getum sagt að það verið svona 30 milljörðum meira sem að Seðlabanki Íslands tók frá heimilunum og fyrirtækjur reynda líka. Það hefur allatíð verið, það alveg rétt. Sko. En síðan verður stefnubreitingur að auka ennþá raunvaxtastígið. Í Evrópu var lengi vel bara neikvæðir raunvextir. Bara neikvæðir og það hefur bara þótt oft á tíðu bara eðlilegt. Eins og ég segi, eitt land núna með neikvæða stýrivexti, raunvexti, það Danmörk og þetta yfirleitt í kringum 1-2%. En hér erum við alla tíð með 3,5% og auðvitað veltir maður því fyrir sér hvort að lífeyrissjóðskerfið eigi hér einhvern þátt í þessu ástandi. Einfallega vegna þess að þeir eru með þetta raunvaxta viðmið sem 3,5% því að þegar maður skoðar þetta þá eru raunvextir alltaf miklu hærri heldur í því löndu sem við erum að bera okkur saman við. Og ég velti því fyrir mér að þegar launafólk með 15,5% af heildarlaunu sínum sem það fer inn í lífeyrissjóðuna, það þarf að ávöxta þetta, láta þetta fyrir vinna og hvort að þetta sé partur af vandamálinu. Ég veit það ekki, en Normenn gera þetta með allt öðrum hætti. Það norski olíusjóðurinn sem að fjárfesti 90-95% af öllum eignum sínum erlendis. Þetta ekki til hugar, láta norskan almenning þurfa að greiða fyrir ávöxtun að þessu. En hér allt og stór hluti af eignum lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi.
Það kannski munur á því að Norðmenn sækja sinn sjóð í auðlindir sem að kannski runnu ekki inn í hagkerfið en við erum að taka þetta af launatekjum. Við erum að taka þetta af launatekjum. Ég líti á þetta sem skattekjur. Ég líti á þetta bara skattekjur. Þetta er í raun og veru bara skattur. Þegar að verða að mæla hversu mikið skatt við erum að greiða, þá gleymist oft að tala þessi 15,5%. Við varum að leika mér að því að taka vaxtatekjurnar sem bara svona debit og kredit, einhver borgar 32 milljarða og þarfandi færa það eitthvað og svoleiðis, en háir vextir hér hafa verið meðal annars rökstuður að hér bara meiri kraftur í efnahagslífinu. Það sem eru lágir raunvextir, það bara yfirleitt deyfð og það verið að reyna að ýta fjárfestingu inn í samfélagi. Kannski eru Danir með þetta svona lágt núna út af út af þróun í stóra lyfjafyrirtækinu. Getur við eitthvað svoleiðis. Þannig að ef að við förum eftir þér og lækkum stýrivexti, að þá mun bara aukast hér fjárfesting og aukast kraftur í efnahagslífinu og við munum fá í eina kollsteypu. Það gæti hugsalega verið að húsnæðisverð myndi kannski hugsalega lækka vegna þess að það sem að gerist líka hjá byggingaverktökum. Myndi það ekki hækka vegna þess að það eru fleiri sem hafa efna á að kaupa og það er meiri eftirspurn eftir því og það er hækkara? Nei, bara vegna þess að það er því ódýrara fyrir byggingaverktaka að byggja. Þegar þú ert að, eins og byggingaverktakar er að lendi í 15-20% skammtíma vextir, þetta fyrir beint út í verðlagið. Og veldur því að þeir eru bara hættir að byggja sumir. Þeir get ekki fjármagna á byggingatímanum. Og hvað gera það líka? Þeir sumir hafa tekið ákvörðun það að taka bara íbúðurnar úr sölu. Ekki droppa verðinu niður, heldur bara taka úr sölu tímabundið til þess að bíða eftir að verðið hækki aftur. Þannig að þetta er ekki að virka. Það er stóra málið og það er það sem mér finnst dálítið sorglegt að sjá Seðlabankann horfa upp á þetta slag í slag að það sem hann ætlaði sér, það raungerist ekki. Þetta er eins og vera knattspyrnuþjálfari og stilla alltaf upp liði og þú tapar alltaf 9-0 En þú breytir engu Þú ert kannski með 7 manns á varamannabekknum og þér dettur ekki til huga að breyta leikskipulagi eða setja nýja menn inn á eða prófa eitthvað nýtt. Menn halda bara sömu vittlisuna áfram og það endar náttúrulega ekki öðru sem menn bara falla verulega niður og falla á milli deilda ef þannig mári komast. En Ásgeir er bara ánægður með sitt, hann bendir á að séu að draga úr þenslu á vinnumarkaði, séu að draga úr þenslu á húsnæðismarkaði. Atvinnuleysi er að aukast meðal annars, það er að aukast núna hjá okkur og eins og ég segja... Hann telur það að vera ávinning. Hann kallar að minni þenslu á vinnumarkaði sem að ítir síður undir launaskrið sem að mun halda verðbólgu niðri. Hann lítur þetta sem jákvætt. Ég hef nú ekki getað séð annað en sé bara bullandir launaskrið og aðalega hjá hennu opinbera Þannig að ég hef ekki getað séð annað. En ég veit ekki, að vera hér með raunvexti í 3,5%, langt meira heldur en í öllum öðrum löndum sem að við erum að bera okkur saman við og þetta er yfirleitt alltaf svona. Þá hljóta menn að spyrja sig hvað erum við að gera rangt. En það hafa menn ekki verið tilbúinu til þess að svara þeirri spurningu. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi? Og ég held að stóra málið sé hér að afnema verðtryggingu með öllu gagnvart neytendum. Ég er ekki að tala gagnvart fyrirtækjum eða fagfjárfestum eða eitthvað þvílíkt. Ég er fyrst og fremst að tala húsnæðislánin því að þetta er svo galið, Gunnar Smári. Þetta er svo galið ef þú horfir á húsnæðismarkaðinn og þú sérð að fjármálakerfið er hér með fyrsta veðrétt í öllum þessum eignum. Það getur, fjármálafyrirtækin geta ekki tapað á lánveitingu til heimilana. Það er ekki hægt. Samt eru vaxtakjörin með þessum hætti. Þetta bara stenst enga skoðun á mínu dómi. Það sé einhver svona jaðarlán sem er í mikil hættu. Já, eins og þau séu, já, nákvæmlega. Það er öruggasta fjárfesting sem til er að lána í íbúðarhúsnæði. Og er raun og veru besta fjárfesting sem fólk hérna ræðist í, En það verður að geta staðið straum af þessu, eins og ég var að nefna hér 55 milljón krónar lán, að þú setja að greiða 412.000 krónur bara í vexti á mánuði. Það er ekkit venjulegt heimili sem getur staðið undir. Þú ert að segja að vaxtastefna sé svona tilraun sem er ekki að virka og hún sé gríðarlega kostnaðsöm fyrir almenning. Hún er það. Og bara óverjandi að halda þessu áfram. Algjörlega. Það þarf að breyta þessu. Það þarf að hugsa út fyrir boxið og hugsa allar skýrslurnar sem er búið að skrifa þetta.
Allir stjórnmálamenn sem stóðu hér upp í 2013, 14 og 15. Ég gleymi þessum tíma aldrei. Það sem var sagt, við megum aldrei láta fortíðavandann verða að framtíðavanda. Við verðum að afnema hér verðtryggingu og búa til hér lánaumhverfi sem sambarlegt til löndu sem við erum að bera okkur sama við. Og hvað gerist? Ekki neitt. Þetta viðtal hérna sem við erum að eiga saman núna hefði geta verið tekið upp 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Þetta er klassík. Ég hef búin að tala þetta í svo mörg ár og þegar ég ræði við mikið af þessu fólki þá er fólk alveg sammála þessu. En það gerist ekki neitt. Sem ég skil ekki. Það er eitthvað annað sem að ræður í samfélaginu. Herðu, Vilhjálmur Birgisson, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram hérna að reyna að greina samfélagi, reyna að skilja það. Næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Jóhann Ágúst Jóhannsson. Jóhann, eru vextir á Íslandi of háir? Já, er það ekki? Ég held að. Hafa vextir ykkur svona sérstök áhrif á þig og þinn rekstur og hérna svona fjármál heimilisins? Já, sérstaklega fjármál heimilisins, já, og húsnæðislánið, það náttúrulega er aðal hinn stóri þáttur í þessu stóra samhengi sem vextirnir spila. Þá held ég að svarið sé tímanlaust já. Heldurðu að Seðlabankinn hafi gert rétt með því að halda vöxtum óbreyttum í dag? Já, ég er bara nokkuð þakklátur fyrir það. Já, að þeir hafi ekki hækkað allavega. Allavega, það var allavega bara staðið á bremsunni. Svoleiðis þetta er bara, status quo í bíli. Ég heiti Jóna Ólafía Sigurvinsdóttir. Jóna, eru of háir vextir á Íslandi? Já. Hvers vegna segir það? Það vita allir sem eiga húsnæði, sem er að kaupa sér húsnæði. Finna fyrir þessari breytingu. Já. Breytingu, þetta hefur staðið í stað svo sem og hækkað. Ég hitti mann áðan sem var rosalega glaður yfir því að þeir hefðu allavega ekki hækkað. Þannig að það er sumur eru jákvæðir. Ég keypti mér húsnæði fyrst fyrir 40 árum. Þetta er alltaf verið eins. Þetta er ekki skánað. Það verður ekki skánað. En hvað finnst þér svona aðgerðir Seðlabankans í dag og kannski bara svona síðastliðina 3 ára? Jú, þeir eru að reyna að láta þetta hjaðna. Það er jákvætt. Finnur eitthvað fyrir því að vaxta umhverfið og verðbólgan sé eins og hún er svona í þínu daglega lífi? Já, mér finnst matur dýr. Það er eiginlega allt dýrt. Það er bara dýrt að lifa á Íslandi. Erla, eru vextir og háir á Íslandi? Við vitum það öll að þeir séu alltaf háir. Algjörlega ósanngjarnt. Hefur þetta ákvörðun Seðlabankans í dag að standa í stað lækkunar, hefur þetta eitthvað svona sérstök áhrif á þitt heimilisbókhald? Það gerir það náttúrulega. Allir þeir sem eiga heimili íbúð, þá er þetta að hafa áhrif auðvitað. Finnurðu almennt fyrir þessari vaxtastefnu stjórnvalda eða svona í öðrum svona hlutum eins og bara í neyslu, mat og annað? Já, þetta er náttúrulega bara seinasta árið eða seinustu árin hefur þetta verið bara að þyngjast róðurinn. Ég held að það séu svona allir meðalmaður finni það mjög vel. Þannig að þetta verður ekki auðveldara allavega. Hilmir Þór Einarsson. Hilmir, eru vextir of háir á Íslandi? Mig grunar það, já. Þú finnur ekki mikið fyrir því sjálfur?
Ég vinn eingöngu fyrir mig sjálfur. Nei, þú finnur ekki mikið fyrir því sjálfur það? Jú, ég bara einbeiti mér að vinninni og veit ekki mikið hvernig vextirnir hafa það mikil áhrif, sko. En mig grunar þessu alltaf háir. Þú hefur ekki haldið niður þér andanum í morgun þegar að Seðlabankinn hélt sinn fund og tilkynnti óbreytta stýrivexti. Hvenær fær maður góða fréttir frá þeirri átt? Það góð spurning. Nei, það kom mér ekki óvart. Rósa Birgit Ísfeld. Rósa, eru stýrivextir of háir eða vextir almennt á Íslandi? Ég held að vextir almennt séu of háir ef það er nógu einfalt svar. Það er mjög einfalt svar. Hefur þetta, fréttir dagsins, hafa það einhver sérstök áhrif á þig? Fylgdustu með fundi Seðlabanka í morgun? Nei, ég er ekki að missa mig yfir stjórnmálum. Almennt er ég bara glöð að fara út í daginn og það er sól í dag. Þannig að ég er líka ekki fréttaþyrst yfir stýrivöxtum. Sigríður María. Eru vextir of háir á Íslandi? Já, þeir eru það. Hvers vegna segirðu það? Hvers vegna? Ég held við bara sjáum það samanborið við aðrar þjóðir í kringum okkur. Og fylgdustu með fréttum morgunsins óbreytta stýrivexti frá Seðlabanka? Nei, veistu, ég misti af því. Ég er bara að heyra það núna. Þeir eru óbreyttir, en hvernig kemur það við þig? Bara eins og flesta, ekki vel. Þannig, já, þetta er ekki alveg nógu gott, sko. Sástu fyrir þér að þeir eru mögulega lækkaðir? Nei, veistu, ok, ég held ég hafi vita að þeir ætluðu sér ekki að lækka þá. En þú veist, þetta er ekki gott fyrir okkur öll, sko, nei. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, námslánakerfið er eitt af þessum stoðum í samfélaginu sem á að tryggja aukin jöfnuð og bara láta kerfið virka, en námslánakerfið er ekki alveg að virka eins og skildi, eins og kannski ráða fyrir gert í upphafi þegar að fólk var að koma því á legg svona upp úr miðri síðustu öld. Hingað er komin Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem er formaður Landssamtaka íslenskra stúdenta og ég ætla að fá aðeins til þess að segja mig frá námslánakerfinu. Það er náttúrulega grunnhugmyndin svo að þetta er að tryggja jafnrétti til náms, þannig að fólk af efnaminni fjölskyldum sem að kannski hafi ekki bolmagn til þess að greiða fyrir framfærslu og námi barna sinna geti líka stundar nám. Er það raunin í dag að? Nei, þó að lögbundið hlutverk íslenskra námslána sé einmitt að auka félagslegan jöfnuð, að þá erum við að sjá að nýja kerfið sem að teki í gagna árið 2020 hefur ekki borið tilætlaðan árangur. Hvers vegna ekki? Sko, það er kannski fyrst og fremst vegna þess að styrkur ríkisins sem áður fólst í lágum vöxtum er núna námsstyrkur ef þú klárar nám á tilsettum tíma, en hann gagnast kannski síst þeim sem þurfa á honum að halda félagslegum ástæðum, vegna þess að þú hlýtur aðeins námsstyrk að þú klárar nám á réttum tíma. Ég held að svigrúmið sé 1 ár, eitthvað svoleiðis, en fyrir fólk sem er kannski á almennum leigumarkaði eða eignast barn í námi eða bara er lengur að klára námsitt af einhverjum öðrum ástæðum, að þá á þetta fólk ekki réttan námsstyrk, og þá erum við að tala greiðslubyrði sem er meir en 60% hærri en í gamla námslánakerfinu, sem er nú ekki fullkomið. Sem heldur þá fólki bara þegar kemur út á vinnumarkað aftur? Já. En fyrir 2020 mátti ekki samt sjá merkið þess að kerfið væri ekki að virka. Eins og þetta var lýst fyrir mér að þá voru námslánin það lág, og þú nefndir að ef fólk er á leigumarkaði að þá duða nú alla fyrir leigu. Ég held að sé meira að finna dæmi að leiga á stúdentagörðum taki sko stóra hluta af námslánum. Þannig að ef að þú ert ekki með stuðning foreldra eða einhverja, að þá þarf þetta að fara að vinna. Og þá skerðist rétturinn til námslána. Já. Þannig að þú endanum færð ekki neinn lána því þú ert ekki með stuðning frá fjölskylduðinni og ert í fullri vinnu þá með námi, og þar leiðandi er orðin mjög ólík staða fólks eftir stéttastöðu. Algjörlega. Þetta var áður fyrir 2020, þannig að
styrkirnir í sjálfum sér voru ekki til þess að laga þetta. Nei, og þarna spilar inn í líka sko að framfærslu viðmið lánasjóðsins hefur lengi verið gagnrýnt af því að það mætir ekki þeim kostnaði sem fylgir að framflýta sér og verið í námi. Þannig að fólk er ofta að lenda í þessu vegasalti að þurfa að vinna af því að það fær ekki nógu hátt námslán en svo er því refsað fyrir að vinna og þá skerðist námslánið. Það er búið að taka skref til þess að leiðrétta þetta með miklu hærra frítekjumarki, sem sagt hvað mátt vinna mikið áður en að námslánið skerðist. En þetta hefur verið vandamál bæði í nýja kerfinu og því gamla líka. En svo fyrir 2020 í gamla línkerfinu þá voru sumir að lenda í því að þó vextirnir séu lágir þá eru þeir samt verðtryggðir og fólk sem tók lán og upplifði svo efnahagskreppuna þá tvöfaldaðist eða þrefaldaðist lánið og við vitum alveg dæmi þess að fólk sé kannski búið að borga þrefalda upphæð af láninu sínu tilbaka en það er jafn hátt og það var þegar það tók lánið. Þannig að bæði hvort svo horfir á gamla eða nýja kerfið þá erum við að sjá að námslánakerfið er ekki beint að svona styrkja fólk til þess að sækja sér háskólamenntun, heldur þetta eiginlega refsing frekar, þetta verulega íþykjandi í gamla og nýja kerfinu, þannig að við þurfum að gera betur. Já, kerfið var sett upp bæði til þess að jafna aðstöðu fólks en það var líka á bakvið þetta hugmyndum það að námið sem að þú ferði í er svona sameiginleg fjárfesting þín og samfélagsins. Nákvæmlega. Að samfélagið sé að fjárfesta í þér þess að það voru rökin fyrir að vextiði væri lægri. En einhvers staðar týndist það, þótti óréttlátt að nemar fengju lægri vexti. Já. Einmitt. Og nú eru vextir á nýjum námslánum markaðsvæddir. Á sínum tíma þegar það var verið að móta þetta nýja námslánakerfi að þá stóð til upprunalega að hafa ekkert vaxtaþak af því að Ísland væri lágvaxta umhverfi þannig 2019-2020. En stúdentarhreyfingin barðist fyrir því að hafa eitthvað vaxtaþak og við sjáum það núna þegar það er komin smá reynsla á kerfi sem var innleitt árið 2020, nú er 2025 og vextirnir eru búnir að vera í þakinu bara í allavega 2,5 ár held ég. Hverjir eru vextirnir? Sem sagt það er 4% fyrir verðtryggt lán, 9% fyrir óverðtryggt lán. Þannig að þetta eru bara mjög háir vextir og ef þú færið ekki námsstyrkin að þá er þetta bara frekar óhagstætt lán, myndi ég segja. Allavega þegar yfirskriftin á að vera félagslegur jöfnuður og að styrkja fólk til náms. Og miðað við verðbólguna í dag þá er þetta svona álíka raunvextir á þessum lánum. Þetta er svona 4+ vextir sem eru háir vextir. Já, svo bætist líka ofan á þetta allt saman að þá með nýja kerfina þá var innleitt vaxta álag. Sem sagt, ríkissjóður ber ekki lengur þungan af afföllum sjóðsins, einhver lendir í vanskilum eða fellur frá eða eitthvað, heldur eru það lántakar. Þannig að það bætist ofan á vaxta álag sem er 0,8% hefur verið. Sem er umverulega bara vextir, sem er þá þannig að afföllin, að það er hópurinn í heild sem að borgar afföll ef ykkur fellur frá til dæmis. Einmitt. Já. Þannig að þá eru vextinni farið að vera nálægt 5%. Já. Þannig þetta okkur finnst þetta graf alvarleg staða og sem betur fyrr er komin aðeins meiri samhljómur núna hjá yfirvöldum að þetta sé ekki bara gallað kerfi, heldur sé það bara handónýtt og við þurfum að ráðast í verulega breytingar til þess að létta á fólki sem er kannski nýkomið út á atvinnumarkað, er búið að sækja sér nám og þannig skerða lífeyrisréttindi sín og svo er það stór skuldugt þegar það kemur úr námi og er að fóta sig á vinnumarkaði og byrja svo að borga af nýju lánunum 1 ári eftir útskrift, ekki 2 árum eins og var. En er ekki reglan svo að þú borgar svona í takt við það tekjusúð með? Þú hefur rétt á tekjutengdum afborgunum en við höfum svolítið gagnrýnt að þú verður að sækja það strax. Áður og tekur lánið? Nei, bara leiðu útskrifast og þá sækjum tekjutengdar afborganir og ef þú gerir það ekki innan einhverja tímamarka þá bara getur aldrei sótt það aftur og þá setur uppi með kannski mjög háa greiðslubyrði. Svo er líka það er hópur af fólki sem er bæði með námslán í gamla línkerfinu, G-lán og líka með hálán í nýja kerfinu. Og við vitum alveg dæmi þess að fólk sé að borga yfir 100.000 krónur á mánuði í afborganir af fleiri en einu láni sem er verulega íþyngjandi fyrir unga foreldra. Já. Þetta hefur verið rætt þetta víða heim, kannski meira í svona
Engilsaxnesku löndunum, bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum krafa að fella niður námslán. Þetta náttúrulega þau lönd sem hafa kannski gengið lengst í svona átt til nýfrjálshyggju og með því að markaðsvæða allt og meðal annars kostnað við nám og skólagjöld og annað hefur hækkað gríðarlega í þessum löndum. Samlega því sem hefur verið dregið úr skattheimtu af efnafólki og fyrirtækjum. Það hefur verið auknar álögur í því sem okkur finnst stundum eins og að skattarnir eiga að fara í eins og nám og heilbrigðisþjónustu og slíkt að það hefur hækkað mikið. Og þar er krafan að fella þetta niður og rökin eru meðal annars þau að efnahagsleg staða ungs fólks sem kemur úr námi skuldugt á jaðri húsnæðismarkaðar í oft dýru leiguhúsnæði eða á erfiðleikum með að fá greiðsluma til þess að geta keypt sér og ef þau geta keypt sér þá eins og flesti vita sem hafa gert það þá mesta greiðslubyrðin snemma. Þetta oft fólk sem með á börn þar sem framfærslubyrðin þá meiri heldur en fólki af öðrum kynslóðum og þetta námslánin spila orðið stóran þátt í því að efnahagsleg staða ungs fólks sem oft líka foreldrakynslóðin miklu lakari hlutfallslega heldur en hefur verið eiginlega svo langt sem að augað eigir aftur á bak. Algjörlega. Það má bara, mér finnst alveg að segja það að ungt fólk hafi bara gjörsamlega setið á hakanum síðastliðin 20 ár. Ég meina kaupmáttur okkar hefur staðið í stað. Við höfum ofboðslega erfitt með að komast inn á húsnæðismarkað og mér finnst líka áhyggjuefni að fólk ekki að sjá endilega ávinning af því að sækja sér háskólamenntun, taka óhagstætt námslán, skuldsetja sig, svo kannski menntuðin ekki metin af verðleikum þegar þú ert útskrifaður. Þannig að mér finnst staðan alvarlegt þegar kemur að háskólanámi og ég vona bara að. En það þannig að við getum séð það að þessi minni eftirspurn eftir námi núna en áður? Það ekki alveg þannig? Þetta benda að við getum kannski spáði ef að framfyrir sem horfir að þá minna leiða til þess? Já, við getum ekki beint sagt það eins og Við vitum náttúrulega bara að skráningi í háskólanám stórjókst á COVID-árunum en við sjáum líka að kaupmáttur háskólamentara hefur staðið í 25 ár þannig að nýjir stúdentar eða fólk sem að íhuga að fara í háskólanám sem við fáum oft fyrirspurnir frá, þau sjá ekki endilega hagsin á því að leggja þetta á sig. En það margt annað sem spilar inn í þetta eins og svona samfélagsstaða og fleira og flókið þannig að það verið gaman að sjá. En það verið kannski sérstaklega gaman að sjá hvort það verið að sjá ásókn í háskólanám eftir stéttum. En það við höfum enga slíka tölur. Nei, ekki svo ég viti. Því miður Hagstofan, hún greinir ekki eftir stéttum eins og Hagstofur víða í kringum okkur. Nei, einmitt. Og þess vegna erum við svolítið blind fyrir þessu. Já. En þó eitt sem við getum séð að ásókn barna innflytjenda lítil í háskólanám. Já. Og það heimili sem oftar en ekki eru þá tilheyra lágtekju heimilum. Já, það líka bara alls konar hindranir sem þau mæta sem við þurfum ekki að kljást við sem erum hér fædd og uppalinn og höfum góð völd á íslensku og kannski foreldri heima sem getur hjálpað. En við erum líka með Landssamtök íslenskra stúdenta að halda úti starfsemi sem heitir Student Refugees og þar veitum við fólki sem vill komast í háskólanám, ráðgjöf og beinu þeim á kannski svona réttar boðleiðir af því að það er alls konar atriði sem sem þau eru ekkert endilega meðvituð hvert á ég að leita, geti ég fengið fjárhagsaðstoð, á ég rétt á námsláni, ef þau eru hælislindur mun ég ennþá eiga rétt á þjónustu ef ég skráði mig í háskólanám og annað slíkt og það er að verða meiri og meiri aðsókn í þessa þjónustu okkar en það er svona það er oft fátt annað sem maður getur sagt nema bara að þú ert hælisleitandi þá máttu skráði í háskólanám, það er ekki til fyrirstöðu. En ef að efnahagsleg staða ungs fólks hefur orðið lakari meðal annars út af eyðileggingu námslánakerfisins og þungra vaxtabyrði og svo náttúrulega bitnar húsnæðismarkaðurinn sérstaklega ungu fólki að því þú ert á jaðri húsnæðismarkaðurins þegar þú hefur þinn búskap, ef við getum orðað þannig, og fólk er líka á jaðri vinnumarkaðarins og svona harkhagkerfið, kannski byrja það er ekki gengið að þú sett komin í svona öryggi vinnumarkaðarins sem að kannski mun verða seinna. Ef að þetta er staðan, er þetta ekki þá dómur yfir því að hagsmunabarátta ungs fólks hefur einhvers staðar keyrt út í skurð?
Ég myndi ekki endilega að segja það. Ég held að það séu bara allir hópar samfélagsins búnir að keppast við að ná upp sama kaupmætti og fyrir hrun. Það er ekki gengið fyrir ungt fólk, en ég myndi ekki segja að það sé hagsmunabaráttu þeirra vegna. Það er bara pólitísk ákvörðun hverju sinni. En eins og í sambandi við breytingar á námslánakerfinu, hefði ekki stúdentar mátt berjast harðar fyrir sínum hagsmunum? Áður en að námslánakerfi var innleitt þarna þegar þetta var í vinnslu 2019, að þá bentu hagsmunaöfl stúdenta, þá sérstaklega stúdentar á Háskóla Íslands og Landssamtök íslenskra stúdenta á þá vankanta sem þau sáu strax fyrir, höfðu þungar áhyggjur af greiðslubyrði, af háum vöxtum, og á það var einfaldlega ekki hlustað. Það hefur allt ræst núna, þannig að ég veit ekki, hefðu þau getað barist harðar? Nei, þau börðust virkilega gegn þessu og börðust líka dálítið fyrir því að fá að koma að borðinu. Það er eitthvað sem er oft einhvern veginn Fenguðu ekki? Nei, fengu ekki, á þau var ekki hlustað nema takmörkuðu leyti, og nú er staðan eins og hún er í dag. Þannig frekar en að eitthvað hafi farið úrskeiðis í hagsmunabaráttu stúdenta, þá er það meira kannski áfellisdómur á samráð við hagaðila á stigum málsins. Það er ekki hlustað á ykkur, en það er hlustað á bankana og fjármálakerfið og það er bara þannig. Einmitt. Þannig þá þurfum þið að djöflast meira, býst ég við? Já, og það er nú mikið sem að þarf ofta að djöflast í stúdentapólitíkinni. En við finnum það alveg núna að það er meiri samstarfsvilji en áður, og við höfum verið í ágætis samskiptum við ráðuneytið, við vinnslu frumvarpsins sem nú er í þinginu. Það er dagað upp í sumar, það er eitt af þessum málum sem að ríkisstjórnin lét gossa. Já, einmitt, vegna málþófs veiðigjöld. Já, það er, og ég meina það var okkar skilningur að þetta væri í forgangi, sko. Var andstaða í öðru flokkum við þessa breytingar? Ég held að hafi bara ekkert verið samningsvilji þegar það var verið að reyna að semja þinglok. Þannig að frekar heldur en að einhver ákveðin flokkur hafi verið á móti þessu nákvæmlega, þá held ég að það hafi bara verið þannig stemning orðin. Og núna er þetta frumvarp ásamt mörgum öðrum sem að voru söltuð eða fleikt eða hvernig sem við viljum orða það. Þá eftir komið ljós hvort að ríkisstjórnin ætlar að reyna að ná því fyrir jól. Það er nú ekki algengt að því þetta gerist náttúrulega hverju ári. Að það er pakka frumvörpum er hent, og oft er það gert að þá tala með við ætlum að setja bara strax í gang næsta haust, en yfirleitt reynslan segir að svo verði ekki gert. Einmitt, maður er alveg hræddur. Hafið þið einhverjar leiðir til þess að þrýsta á að þetta frumvarp var í gegn fyrir jól? Já, svo sannarlega. Við erum bara búin að vera á fundum með ráðuneytinu nákvæmlega þetta, og sko miða við hvað fyrsta umræða var tíðindalítil og hvaða ríkir almennt samstaða þetta frumvarp, þá sé ég ekki ástæðu þess að þetta myndi ekki fara í gegn núna í haust, en ef svo verður ekki, eða ef það stefnir í það, þá auðvitað er það okkar hlutverk að þrýsta á það. En enn sem komið er að þá er bara mjög mikill samstarfsvilji og almenn svona, almennu vilji. En svo það getur ferið í málþófum bókun 35 eða? Já, svo er það, sko. Þá getur þetta orðið fórnarnafn þess. Já. Er það eitt varðandi stöðu ungs fólks, og því ég var að tala mátti ekki taka það sem of harða gagnrýni, en stundum spyr maður það að þegar einhver hópur næri ekki fram sínum kröfum að þá geti hann barist harðar. Ég stundum verið að ræða þetta við fólk í háskólunum nemanna, því ég verið var við að til dæmis þegar ég bara bóka í þátt og svona að háskólanemar eru mjög uppteknir. Já. Og ég bjó ekkert vel til þá kenningu að þetta væri lærdómi sögunar að hinn ráðandi öfl ætlu ekki lendi því að fá aðra 68 kynslóð sem hefði komið inn í háskólana, sem hefði nægan tíma til þess að leita sjálfinsur öðru slíku og yrðu að einhverju svona sjálfstöðu pólitísku afli. Þess vegna væri svo mikið álag á nemanna að það hefðu lítinn tíma, meðal annars fyrir hagsmunabaráttu. Og núna síðast þá sagði einn háskólaprófessor að það verður nú ekki endilega álag út af náminu sem væri vandamál. Heldur væri það þannig að það væri allir háskólanemarnir í fullri vinnu með náminu. Einmitt. Og þar alveg hefur fólk ekki neitt tíma til neins annars, heldur en að vera bara að vinna á Subway og vera í mannfræði. Já, þá nennir maður ekkit endilega að berjast fyrir einhverjum hagsmunum. Þú hefur bara ekki tíma. Nei.
Ekki nú viljið skerða svefntíman? Já, sem flestir sem hafa tekið þátt í félagasamtökum eða hagsmunabaráttu stúdenta samhliða námi og vinnu kannast við, hugsa ég. En við erum auðvitað alveg, þú veist, við erum alveg sérstök þjóð hvað þetta varðar. Við eigum Evrópumet í atvinnuþátttöku á meðan námi stendur og nýjasta Eurostudent könnunin sýnir það að 72% okkar vinna samhliða námi. Eða hvort það 76% meira þess að. Allavega yfir 70% og flest þeirra vegna þess að þau hefðu ekki efni á námi sínu annars. Já, og þá þetta fólk sem eiginlega ekki það náttúrulega í fullu námi, reyna að vera í fullu námi. Það hefur eiginlega ekki aðstöðuna til þess að vera í fullu námi. Nei, ekki nema að vinna talsvert með. Og svo við höfum annað Evrópumet, við eignumst börn í námi meira heldur en nokkur önnur Evrópuþjóð og sko með þessar tölur á vopni að þá svona velti maður fyrir sér hvort að þetta námslánakerfi hefði geta brugðist okkur meira vegna þess að það hendar einmitt síst þeim sem eignast börn í námi eða vinna samhliða námi. Við ættum að hafa öflugasta stuðningskerfið við stúdenta í heimi. Já. Til þess að losna við það, eða allavega við ættum að bæta það til þess að losna við þessa atvinnuþátttöku. En við ættum að hafa sérstakt stuðningskerfi vegna þess að íslenski nemar eignast frekar börn í námi heldur en annars þar. Já. En við erum ekki með besta kerfið. Alls ekki. En ég vil þó segja til að vera ekki bara neikvæð hér í dag að þá jákvætt í nýja kerfinu að láni vegna barneigna bara svona fæðingarlán, því var breytt í fæðingarstyrk, þannig nú færðu bara styrk, það ekki mjög hár og standi til að hækka en það allavega skref í rétta átt. Sem bara sambarlegt og fæðingarorlofsstyrkur? Jú, einmitt, af því að stúdentar líka landa svo oft á milli kerfa, við erum einhvern veginn inn í námslánakerfinu og það á að vera okkar stuðningskerfi, en svo erum við þetta verkalýður líka eins og við höfum rætt, en þó að við borgum gjald í atvinnuleysis tryggingasjóða, þá eigum við ekki aðgang að sjóðunum ef við verum atvinnulaus. Við eigum bara að láta námslánin duga. En það bara lánað í 9 af 12 mánuðum. Þannig að En þú getur náttúrulega ekki verið atvinnulaus ef þú ert í námi. Nei, en hvað með sumatíman? Já, það þetta með þetta tvöfaldakerfi, sko. Já, þú veist. Þú ættir að vera bara í námi og vera námslánum. Já. En námslánum duga þeir ekki þannig að þú ert að vinna. Já. En ef þú eru atvinnulaus þar þá ferðu engan styrk. Þetta er svo mikið vegasalt og bara mjög mikilvægt að setja ungt fólk í háskólanámi í forgang af því að það hefur ekki verið gert. Það hefur ekki verið svona, ég hef ekki verið að svona lifandi umræða þessa stöðu, raunverulega ekki veika fjárhagslega stöðu ungs fólks. Nei. Sem að, ég tók nú þátt í því að reyna að búa til einhverja greinar og fleiti svo inn í umræðina fyrir svona 10 árum síðan, af því þá var ég bara endurvarpað það sem var erlendis. En maður ekki verið varfið að þetta sé mikið á borði stjórnmálana, það frekar að aðstoða ungt fólk við að kaupa sér fyrstu íbúð sem alltaf mjög vinsælt rétt fyrir kosningar. Það er mikið ná á því. Já. En ég kannast ekki við mikla umræðu svona námslánakerfið eða hvort það þurfi að, eins og stundum við sagt að við erum bara að setjast niður og búa til heilbrigt kerfi í kringum þetta. Já, það náttúrulega lögbundin heildarendurskoðun þessara nýju laga átti að fara fram árið 2023 og við höfum mikið verið að berjast fyrir því að hún eigi sér loksins stað. Þetta frumvarp sem núna í þinginu bara svona plástur og blæðandi sár, ekki frekari endurskoðun. Þannig að, já, stóra verkefnið hjá okkur í LÍS og bara okkur öllum í stúdentarhreyfingunni að vekja næga athygli á stöðu ungs fólks í dag því að hún alvarleg. Það erfitt að fóta sig á atvinnumarkaði og erfitt að sækja sér menntun. Og við erum með námslánakerfi sem hefur bara versnað og versnað og versnað með hverju breytingunni. Þannig við berjumst fyrir því og vonandi næri þetta frumvarp í gegn sem fyrst að hausti. Þetta svona menningarlegt fyrirbrigði, við vinnum meira með námi, heldur að það sé svona inngróið í menninguna þannig eigið að vera? Já, ég held að það sé oft raunina því að það hafa flesti gert samhliða námi sínu. Við erum búin að vera með þetta Evrópumet síðan við byrjuðum að taka þátt í Eurostudent könnununum. Já, og þú veist... Það ekki viljið til að breyta því að við teljum að ég sem ráðherra, ég vann nú með námi og lifði bara á bökuðum bænum og hafði það fínt. Já, eiga háskólanemar ekki bara hafa það svolítið skýtt. Ég held að þetta sé sannarlega hluta menningun okkar. Og að samaskapi að þá held ég að svo ákvörðun að hleypa stúdendum ekki að borðinu í ákvarðanatöku sem varðar þeirra raunveruleika og framtíð sé líka staðalímyndin íslenskan háskólanema. Þetta einhver tvítugur pjakkur sem býr kannski í kjallaranum hjá mamma og pappa. Þegar raunin svo að við erum með hæsta meðalaldur í Evrópu.
í háskólanámi. Það ekki vegna þess að framhaldsskólinn okkar hann fer hærra upp í aldri eða gerði það lengst af? Ekki einverðungu, það líka því að við tökum okkur lengstu námsliðin oft til að vinna, sérstaklega læknanemar sem fara út til að læra, þau hafa ekki efni á að klára námið sitt, þannig að þau koma heim og vinna og fara aftur út. En svo erum við líka í barneignum, við erum meira en aðra þjóðir að stunda háskólanám kannski ólínulega og mér finnst það ekkit endilega að vera galli. Mér finnst að maður ætti að geta sótt sér menntun á öðrum tímum en kannski bara leið og útskrifast menntaskóla og klárar það bara að ferða að vinna. Þannig að en það sem ég kannski að reyna að segja með þessu að staðalímyndin íslenska unga stúdentin ekki sönn og það mjög ánægjulegt að núna upp á síðkasti að þá verið að taka okkur alvarlega sem hagaðilum og sem sérfræðingum allavega þegar kemur á námslánum að því að við neyðumst til að vera það. Þetta svo óhentugt kerfi, erfiðar og illskiljanlegar úthlutunarreglur þannig maður þarf einhvern veginn, maður mun brenna sig á kerfinu og svo verður maður reiður og þá fer maður að rýna ofan í sauman á þessu og þá hefur fólk í stúdendapólitík. Já, sem að best fyrir hagsmunum stúdenta, meðal annars þessu. Við heyrðum að það var eitthvað svona verið að kvartaði fyrir bílastæðagjöldum í HÍ. Já. Hluti af stúdentapólitíkinni. Já, einmitt, þetta er alltaf mjög stórt hitamál í HÍ sem ég skil vel að því að sumir hafa ekki kost á því að komast í skólan nema nota til þess bíl og sumir hafa líka gagnrýnt að sé verið að auka gjaldskyldu án þess að það sé einhver annar kostur í stöðunni. Þannig ég skil þá gagnrýni vel en ég veit að Stúdentar Háskóli Íslands þetta er stórt mál hjá þeim þessa mundir. Herðu, Lísa Margrét, takk fyrir að koma hingað og ræða við mig námslánakerfið sem að þarf plástur en þarf líka uppskurð. Takk fyrir spjallið. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim. Næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Já, komið sæl. Það eru reynslubollarnir hér á miðvikudagskvöldi. Hjá mér Þórunn Sigurðardóttir, ég er bara menningafrömmuður. Vilhjálmur Egilsson, hagfræðingur og fyrirhundi alþingismaður og Oddný Harðardóttir sem hérna meðal annars fyrirhundi fjármálaráðherra. Við fyrir kannski peningamálið rétt eftir, það voru nú vaksta hérna okkur dagur í dag en það menninganótt framöndan. Já. Kemur ekki eitthvað að henni? Ekki núna, ég hef nú gert það oft en ekki núna, nei. En það svona, hún ber merki þess eitthvað, þeir atburðar hann í fyrra þegar að stelpan var stungið til bana. Já, og maður sér það aðeins að skrúfa þetta niður sem ágætt, ég held að það sé bara fínt hætta fyrir. Já. Það er mjög gott. Já, held ég. Maður vona bara að þetta gangi vel. Já, við vonum það. Það er nú góð spá, held ég. Já. Ef það verður svona fínt veður eins og í dag, þá verður það náttúrulega mjög fínt. Það vísu hætt við því að fólk verður lengi í bænum. Já, en það er svona þessi atburður í fyrra, hans vegna flugvellasing hætt fyrir klukkutíma. Já. Og þetta segir líka þeir eru upp í Mosó, þeir eru líka svona til að vera ekki svona ykkur úlingadrykja eða minni líkur á því. En þá ætlum við aðeins í hagfræðina 7,5% vextir. Er það bara borðleggjandi? Átti þetta að vera svona? Já, eins og staðan hjá okkur og þá held ég að sé ekki hana að gera. Nei. Og það hefur verið mikil vonbrigði hvað verðbólgan hefur verið þrálát. Já. Og maður botnar eiginlega ekkert í þessu hvað í gangi því að ef maður horfir á launatekjurnar og launavísitöluna þá sýnist mér að allt stefnir það að hún muni hækka 8% á milli ára. Og ég sé ekki hvernig við eigum að geta verið með verðbólgu undir 4% ef við erum með svona svakalega launahækkanir. Og þannig að
að mér sýnist að verðbólgan verði vantarlega 4,5 á milli ára eða eitthvað nálægt því og mér bara þakka fyrir það og hún ekkert að lækka eins og væntingarnar voru sko. og ég held að það sé bara eitthvað í gangi í hagkerfinu sem að gerir það verkum að fyrirtækin eru og ríkið og allir að hækka launin svona mikið og svo fer þetta út í eyðslu og þegar allt tekið saman þá bara verið að eyða of miklu og spara of lítið á Íslandi í dag. Já, það hefur nú komið fram í fréttum reyndar að fólk virðist vera að spara meira en það hefur gert áður. En samt ekki nóg. Nei. Þegar sko, eitt af það sem þetta skoða sko, er það þegar með verðbólgu svona, að þá fólk alltaf að horfa á hvað að hækka en ef þú myndir snúa þessu við og segja af hverju verð á peningum að lækka sem svona hin hliðin á peningum sko. Og þá verðið á peningum að lækka vegna þess að sparnaðurinn ekki nægur eða eyðslan og mikil eða hvort ekki og þetta bara það sem gerist og meðan að þetta ástand varir þá sé ekki að Seðlabankinn sé mikið að lækka vexti og svo sá ég nú í mokkanum í morgun að fjármálaráðherrann nú að horfast í augu við þetta og spái það hvernig hann geti beitt ríkisfjármálunum til þess að styðja við þetta en það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að auka við sparnaðinn í samfélaginu. En hefur ráðherrann mörg ráð, marga bremsur til að stíga á, þetta ekki? Þetta snýst vistarist hvað ríkið að eyða og hvað ríkið náinn að tekjum og þetta þarf að stilla af og ef afgangur á ríkinu þá ertu að auka sparnaðinn og sama á við sveitarfélögin en ég held að þetta sé bara miklu vítakara og heimilin landinu sé ekki að spara nóg þú sé að spara sko. En nú eru til dæmis bæði Danir og Svíjar með stýrivexti undir verðbólgunni. Já, það getur verið bara önnur aðstæða þar að þeir hafi nægan sparnað þeir þurfi meiri þenslu og þurfi ekki að bremsa niður eyðsluna að auka sparnaðinn eins og við. Oddný, hvað segir þetta? Já, ég held nú að flestir hafi búist við því að stýrivextirnir yrðu bara óbreyttir áfram. Það var svona það var upptaktur að þeirri niðurstöðu komið fram. Og fjármálaráðherrann hefur boðað það að það verði í fjárlaga frumvarpinu einhverja aðhaldsaðgerðir, hvað sem að þær eru nú niðurskurður eða skattahækkanir, við höfum auðvitað eftir að sjá það. En það samt viðbúið að við séum með hærri stýrivexti eða vexti yfirleitt hér á Íslandi á meðan að við erum með litlu krónuna. Hún bara okkur dýr og það mun alltaf vera einhver munur, það vera alltaf vextina vera einhver leiti hærri hér á meðan við erum með krónuna. En stýrivextinir hér náttúrulega miklu hærri heldur en í hinum norrænu ríkjunum sko. En ég hlustaði nú á Seðlabankastjórann í morgun og hann sagði að ýmislegt væri í gangi en samt væri sparnaður heimilina meiri heldur en áður en það væri bjartsýn í samfélaginu og einkaneyslan væri að aukast svo framvegis. Og batnar í vetur, sagði hann, batnar eftir áramótin. Já, svo segir hann. Það nú oft tannig, sko. Svo matið eitthvað annað. En auðvitað þurfum við sannarlega að vera á tánum og það skiptir auðvitað máli að ríkisfjármálin og Seðlabankastjórinn að þeir séu að stefna í sömu áttina en ekki toga móti hvort öðru eins og gerist nú hér fyrir hrun. Þannig það þarf að vanda sig í þessum aðstæðum. Ég fekk svona smá í magan þegar ég las fréttina fjármálaráðherrann, hann var að boða aðhaldsaðgerðir vegna þess að það voru heilmiklar aðhaldsaðgerðir í fjármálaáætluninni sem að lögða fram og ef það auka við það þá hef ég áhyggjur af því en auðvitað má vera að þarna sé hann ætla að fara einhverja aðra leiðir en í fjármálaáætluninni til dæmis var mikill niðurskurður svo ég tæki nú bara eitt viðkvæm málaflokk sem geðheilbrigði barna
og þar var boðaður niðurskurður sem að ég held að sé mjög misráðið og ég var að vona hann myndi snúa því tilbaka og ég vona henn að svo verði. Þannig að það skiptir auðvitað máli hvar niðurskurðurinn kemur niður, en ef að það á að vera eitthvað sem að bræðir af, þá verður hann að fara inn í velferðarkerfin sem að eru mörg hver í vanda. Já, mjög svo. Það er það þekkja það og það er bara alla fjölskyldur, það þurfa að leita til ykkur, það leita til heilbrigðiskerfið og það er svona svolítið svo er þetta nú svolítið misjafnt sko hvernig þú lítur á þetta vegna þess að ég var nú að lesa þar sem viðskiptaráð setti saman og þar sem þeir voru að veluna ríkisstjórnina fyrir eitt og annað og skamma fyrir annað og það versta sem hún hafði gert í ár, það voru veiðigjöldin og óperan. Og ég hugsa með mér það er nú fínt að vera með óperuna við hliðin og veiðigjöldin, ég held að þetta sé nú bestu málin og þegar maður horfir til dæmis á óperuna sem menn halda kannski að sé einhver rosalegu kostnaður, þá gleyma menn því að það er búið að kosta ópera á Íslandi í næstum heila öld. Þjóðleikhúsið er 75 ára í ár, við áttum ekki 5 eyring þegar við opnaðum það hús og við gerðum það samt. Og nú halda menn sumir að ópera sé rosalega dýr en við erum búin að kosta óperu eins og ég segi frá því að Þjóðleikhúsið opnaði vinsælustu sýningarnar fyrstu árin í Þjóðleikhúsinu voru óperur og til dæmis 2004 þá var ríkið að setja hátt í 0,5 milljarð í óperusýningar á Íslandi. Svo þetta er ekki verið að bara búa til einhver ný útgjöld. Þannig að stundum er þetta svolítið villandi. Hvernig þetta er sett fram. Ég bara vil koma þess að. Já, bara vendilega því það er náttúrulega búið að samþykkja þjóðaróperu. Já, það var samt eitt af síðustu málunum, rétt á undan veiðigjöldunum, það kláraðist. Og það er eftir mjög mikla vinnu. Ég hafði aldrei trúað því að það væri svona mikil vinna að koma frumvarpi gegn. Það vitið þið náttúrulega betur. Þvílíkur handleggur, sko. En það er líka mikilvægt, sko, að menn skilji, hlutina. Og ég meina, við rekum hér stóran listaháskóla og þetta verður við að hafa verkefni hér á Íslandi fyrir okkar fólk. Eins og annað fólk. En hvað sjá mann fyrir sér aftur? Þjóðleikhúsið í því? Nei, hún er inn í stýrikerfi Þjóðleikhúsið, þar að segja inn í þeirra efnahagsreikningi og notar svo öll þessi stóðkerfi sem þar eru. En síðan er hún að mestuleyti Hörpu en hún er líka annar staðar. Og við erum fyrst og fremst að gera þetta hagkvæmt, þannig við erum að nýta allt sem við eigum. Við erum að nýta Þjóðleikhúsið, innviðina þar, Hörpu, það fína rými sem þar er til þess að gera þetta einmitt hagkvæmt og maður veltir því fyrir sér sko, ef við hefum bara sagt við ætlum að byggja óperuhús, kannski hefur fólki fundist það bara betra því að yfirleitt finnst fólki allt í lagi að kosta í steypu en það eru innviðirnir sem að menn tíma ekki að borga. Já, þannig við vonum bara að vel fari, já. En það verður að tala um eitthvað svona 3 ár án óperu núna. Já, ekkert án óperu. Það er náttúrulega búin að vera alveg gríðarlega mikil óperustarfsemi. Það er bara ekki verið stóru sýningarnar. En grasrótin er búin að nýta þennan tíma mjög vel, það búið að vera mjög mikið af minni sýningum sem er virkilega fínn undirbúningur og þannig að þetta fyrir alltaf stað. Farið þið á óperur? Ekki lengi, sko. Nei. Jú, ég farið á og til á óperur. Ekki svona reglulega, en á og til. Það er þá líkt á með okkur komið. Ég fór síðast á brúðkaup Fígarós í Þjóðleikhúsinu. Já, akkurat. Og mér fannst bara ekkert gaman. Þér fannst ekkert gaman? Þér fannst gaman? Nei, mér fannst gaman, já. Já, svona er það. Já. Ég finnst alltaf gaman þegar þér. Já, ég var hérna fyrir vonbrigðum og talaði við heimsöngvara sem tók undir ýmislegt sem ég sagði. Kannski bara til að vera sammála mér, ég veit það ekki. Það er mikið, þetta er flókið og erfitt form, það er ekki þetta að neita því og það þarf að gera almennilega. Ópera sem er ekki vel gerð, hún er frekar leiðileg, eiginlega bara mjög. og þér að segja, sko, svo fór ég eins og líka ópera sem hétt Flagar í framsókn, sem Kolfjall eða ekki? Ég er nú ekki vissum að ég er ekki alveg vissum hvaða sýning var það. Jú, var í Gamla bíó.
Hún var í Gamla Bíó, það mjög langt síðan. Það svona 15 år. Nei, en almennt er mjög góð aðsókn á óperum hér. Já, ég veit það. Ég segi bara ég. Svona, já. Nei, þetta er ekki nógu gott fyrir mig. Nei, en við vorum helviti duglega við þetta hérna, fyrst þetta er þjóðleikhúsið opnaður og nú þurfum við bara að taka aftur upp þráðinn. Ekki þar fyrir auðvitað búið að gera mjög mikið og íslenska óperan er búin að gera mjög mikið og allt það. Nú bara komin tími á næsta skref. Já, segið við nóg á söngvurum. Og tónlistafólki. Við höfum jafnmarga heimsöngar á Kanada, sagði einhver mér. Jafnmarga sem að syngja alþjóðlega. Já. Það er ótrúlegt. Já. Herðu, en hérna úr þessu ágætti umræði yfir í þetta sem er að gerast í heimsmálunum og snýst mestur eitthvað Donald Trump. Þetta er hérna 2 hrikaleg stríð, bæði í Úkraínu og svo í Palestínu. En Trump hann svona kemur sjálfur sér svona sem stóra sterkamanninum í þessu. Þú heldur það? Já, hann heldur það. Hann er búin að láta vita að friðarverðlaun Nóbels, hann lítur ekki minna á sig en það. Þetta er bara fyrir hans eigin hégóma. Ég veit það. Hann er alveg sama. Hvað segir Vili? Ég segi bara, við skulum bara spyrja leikslokum. Já, auðvitað. En svona hvort við höfum trú á gerendunum, sko, það er svona mál, sko. Ég sé, það er alltaf enginn að tala við Putin nema hann. Já. Og reyna að koma á einhverju samtali nema hann og þannig að ég bara vona að hann gangi eitthvað með þetta. Þetta finnst manni oft þegar maður horfir á hann að þetta sé svona þetta aldrei svona spila fingurum farm og hann sé svona eins og leikari í hlutverki sem hann er að semja sjálfur, sko. Já. En gott og vel, menna hann er þá allavega að berjast fyrir friði. Já. Og við skulum bara vona að hann takist það. Hann er að berjast fyrir friðarverðlaunum. Ég bara segi það ef að hann takist að ná þarna friði eða koma þessi kring. Menn að þá hafa menn nú fengið friðarverðlaun fyrir minna, sko. En mér finnst það ekki ræða á þeim forsendum. Þetta bara þetta stríðbúið að vera allt og lengi og þetta hefur sannarlega verið árásar stríð frá Rússum að Úkraínu og svo eru bara ákveðna staðreyndir sem liggja á borðinu og spurninga á hvaða tímapunkti menn telja bara sé betra fyrir alla að sé sami frið og friðurinn er afar mikilvægur og rauninni það sem að gagnast báðum og svo þegar ég er að horfa á þessar þjóðir bæði Rússa og Úkraínum en þá sko Rússar hafa mesta landflæmi í öllum heiminum og maður spyr hvað hafa Rússar að gera við fleiri ferkilometra og svo bara horfum maður á sko fæðingatíðnina í Rússlandi og bara hvernig Rússum er að fækka og þá segir maður líka sko Rússar þurfa ekkert fleiri ferkilometra þeir þurfa fleiri Rússa þurfa fleira fólk og ekki láta drepa þau í stríði. Nei, ég segi bara sama með Úkraínumenn í rauninni, sko. Úkraínumenn eru á svipari vegferð og Úkraínumenn þurfa miklu meira á Úkraínumönnum og fólki að halda heldur en ferkilometrum. Það er það sem skiptir bara mestu máli og sem þú höggva mjög illa í Nei, ég svo bara eins og rússarnir, menna hugsaði bara, hefur sagt, við skulum bara borga fólkinu sem að býr Úkraínu megin við landamærin bara góða sumu fyrir að flytja yfir. Hvað skildir að ég geta fengið marga til þess að flytja og fyrir hvaða pening og hvað hefur eitt í það í staðins að eyða peningunum í stríðsrekstur allan tíma, sko. Og drepa allt þetta fólk. Og drepa allt þetta fólk, því að það er fyrst og fremst sko fólkið sem að þeir þurfa að halda en ekki ferkilometrarnir og þetta svona sko segir mann líka bara svo margt sem er að gerast í okkar heimsluta að þegar að fæðingatíðnin er að lækka svona mikið að þá erum við bara rauninni að dæma svo leik sko. og við getum bara tekið langa diskussjónu þetta en þetta er bara staðreynd sko. Svo er fólk á bestaldri sko það er verið að drepa það í stríði
og þá veikist alltaf sko aldurssamsetningin með þjóðurinn. Já, þetta bara svo rosalega dýrt sko. Og þannig að ég bara vona að koma þarna friður og að þeir finni einhver önnur ráð til þess að spjara sig í framtíðinni heldur en að dæma svo leik með að bara fækka fólkinu sko. Það sko, það sem mér finnst vera jákvætt við það sem hefur gerst undanfarna daga, bæði fundurinn í Alaska og eins fundurinn með Evrópuleiðtogunum, að það þá allavega að vera að tala saman. Og það sem gerist þegar verslætur í stríði að þá fara allir og skella á eftir sig sko, og tala ekkert saman og ekki treyfist. En ég held að hafa nú ekkert margt gerst á þessum fundum annað en það að samskiptaleiðirnar eru þó opnar. En svo hafa sko stjórnmálaskýrendur bara hér innanlands og utan verið svona spá í hvernig þeir komið fram og að því það kom svo mikið margt út úr fundinum sem að við vitum ekki nákvæmlega hvað var talað. En menn hafa svona tekið eftir því að það var Putin sem að byrjaði að tala á blaðamannafundinum, það var ekki Trump sem gestgjafinn sem að byrjaði að tala og að Putin hafi talað 3 sinnum lengur heldur en Trump og svona og Putin hafi svona gert svona strokið Trump eftir háraleginu svona, sagt, þetta stríð hefur nú aldrei orðið og þú hefur nú verið forseti og eitthvað svona, hann kann alveg, hann veit alveg hvað Trump finnst gott. Hann sé svona sterkari maðurinn í þessu. Já, og hann hafi komið út sem sterkir maðurinn sko, og svo segir hann, já, endilega, við skulum ég vil gjarnan hitta Zelenski og hann býður honum að koma til Moskvu. Þá fannst mér svona merkjum að hann ekkert að meina, auðvitað segir Zelenski nei við því. Það bara augljóst mál. Hann drepinn, hann náttúrulega bara skotinn sko. Þetta kannski glugga, það svolítið vinsælt þarna. Það dett út glugga. Ég meina hann fyrir ekkert að fara þangað. Þú veist, það var náttúrulega að finna einhvern hlutlausan stað fyrir þá til að hittast. Þeir hittust, ég man ekki hvort það var í 2019 var það ekki í Fraklandi og gera samkomulag. Og sem að rússa brutu svo. Já, rússa segja við ætlum að virða Úkraínu sem sjálfstætt ríki og móti þarf Úkraína að vera hlutlaust. 3 árum seinna þeir farnir að ráðast. Þannig það er erfitt að treysta Putin og ég veit ekki hvort við getum treyst Trump heldur sko. Nei. Hann getur einn daginn orðið bara hundlegir á þessu og snúið sér eitthvað öðru sko. Svo hvernig hann búin að haga sér innanlands eins og kalla þjóðvarliðið og taka yfir höfuborgina og vera svo burstrækuð með það og þetta svona, hann spyr ekki alltaf leikslókum sko. En sko maður velti því fyrir sig með Putin hvort það getur verið að hann sko losnar úr einhverjum álegum við það komast af bæ sko og tala við fólk, hvort það getur verið að það losi eitthvað hann sko, að það komi eitthvað, maður veit það ekki. Það er ekki gott að segja. Já, þetta Ég held að hafi nú ekki sakað hann að komast í burtu sko. En bæði hann, Putin og Netanyahu, þeir eru stríðsglæpamenn eftir skilgreininguna að dæma og þeir eru að brjóta lög eða samkomulag sem að alþjóðasamfélagið hefur skrifað undir og það er súrt að horfa upp á það að þau sem eru stórir og ríkir að þeir geti bara valtað yfir hinna og það er ekki hægt að samþykja það. Þú veist, það verður, auðvitað geti ég tekið undir það sem hér hefur sagt. Einn daginn vonum við bara að þau horfist í augu við það er best fyrir alla og það er það sem allir þrá, allt venjulegt fólk, að lifa við öryggi og frið. En það er þetta niðurbrot á alþjóðasamþykktum sem við ættum sérstaklega að hafa áhyggjur af. Þú veist, við erum lítil. Það er þetta vaðið við okkur. Við treystum á þessar samþykktir. Og að það er haldi. En við horfum núna upp á það að það er algjörlega bregðast. Og það er, sko, þó að Evrópa hafi staðið með Úkraínu, þá hefur hún ekki staðið þannig að baki Palestínu, sem að það er á sama meði þeirra stríði bara miklu verra, sko. Það eru hörmungar.
algjörar hörmungar sem við erum að sjá frá Palestínu. Það náttúrulega þjóðamorð samkvæmt skilgreiningu, alveg hreint tært. Sko. Ég veit það nú ekki, ég sé nú bara stysta liðin til friðar í Palestínu er að Hamas hætti hryðjuverkum sko, og leggja niður vopn. Þeir hafa nú ekki mikið verið að gera undanfarið. Ok, en við skoðum bara Hamas. Þetta eru bara trúaði menn og þeir trúa því að ef þeir falli í svona stríði og þá séu þeir bara búin að fá vegabréf til himnaríkis og bara ef þeir miðleika málum við það eða gefast upp eða eitthvað svoleiðis þá er náttúrulega bara búið að útiloka þá leið sko og það er náttúrulega bara þú veist spurning hvaða leiðbeiningar eru það hvernig á að berjast við svona menn sko og þú veist ef þú ert bara með fólk sem bara er með allt annan þangagang. En eru þeir ekki algjörlega sko þeir eru ekkert að berjast núna? Hamas? Já. Jú, þeir eru að berjast núna og það hafa að gera, þeir eru náttúrulega hóu þetta stríð og styrsta leiðin að friði er bara að þeir hætti hryðjuverkum og leggja niður vopn og hvað getur þeir, ef þeir eru gert það bara strax, hvað er mikið sparast að mannslífum þá? Já, það er sko... Nei, menna, þú veist, segðu bara, að því að það er að tala þjóðamorð og svona, hvernig á að berjast við svona menn? Er einhver leiðbeiningar það? Berjast við hryðjuverkamenn? Nei, við getum ekki bara drepið hvert sem sko. Já, en þeir koma, ráðast inn í Ísrael, drepa þarna 1000 manns og taka fanga og misþyrma þeim og ég bara kalla þetta því að Sameinuðu þjóðirnar og aðri sem er að kvarta undan framgangi Ísraelsmanna komum bara með leiðbeiningar hvernig á að díla við svona fólk. Þeir hafa nú gert það, þeir hafa satt í gangið og langt. Nei, þeir segja bara gangið og langt. Hvað eiga er að ganga langt? Þeir eru ekki drepa börn sem eru að bíða eftir mat til dæmis. Þetta er náttúrulega, þetta ganga allt og langt. Eins og við sjáum ekki sjónvarpinu, þetta er hryllingur. Hann er náttúrulega snarvitlaus en það er ekki sýnt í sjónvarpinu hryllingurinn sem að Hamas framdi á sínum tíma. Nei, það kannski það var í sko leyni aðgerð. Já, og það er þannig að Hamas hefur bara alveg sko frítt spil og þennan aðgang og ekki segja bara, akkur hætta þeir ekki? Akkur bara, ég held að tala um Ísraelsmennina, en akkur ekki tala um Hamas, að Hamas hætti hryðjuverkum og leggja niður vopn og kalli fram frið. Við erum ekki takk upp hanskan fyrir Hamas, þú mátt ekki miskila það. Þeir eru bara drullusokar. Ég bara segi, en komdu þá bara með leiðbeiningarnar. Þeir eru með neðanjarðagöng sem er að byggt, grafið hérna út allt. Þeir verjast sko með því að fara sjálfur og niður neðanjarðagöngin og stilla fólkinu upp fyrir ofan til að verða fyrir sprengjónum. En það er hinn veginn í Ísrael sko. Að þá fer fólkinu niður neðanjarðagöngin. Já, ég held bara að sko nútíma herna væri þannig að það þyrfti ekki að stráfella sko og mikinn fjölda venjulegs fólks. Komdu bara með leiðbeiningarnar. Já, ég segi bara, komdu bara með leiðbeiningarnar. Hvernig á að eiga við þetta? En þeir segja nú bara Ísraelsmenn að þeir ætli að útrýma þessari þjóð. Þeir segja það. Þeir, þú veist, horfa í myndavélarnar og bara segja þetta er það sem við erum að gera. En hvað segir, ef þú horfir í bara, ef þú setur bara Hamasliða og þá ætlar hann að útrýma Ísrael. En hann gerir það. Það segir, út að gengur baráttan að Hamas vill ekki viðurkenna tilvist Ísraelsríkis og það er bara verið í þeirra stefnuskrá allt frá upphafi að þeir vilja það ekki og beita og þeir telja bara þú veist að öll meðöl sem að þeir hafa sem við geta notað séu bara heilög fyrir þá og þeir geti notað þau og annað að þegar þessi börn deyja og það er verið að tala við þá það það hefur verið að drepa börnin ykkar. Það segir, þetta eru píslavottar. Börnin okkar eru píslavottar. Og þetta er bara Guði þóknarlegt að sé vera að fórna þessum börnum fyrir málstæðin. Sko.
Já, það Hamas sem með þá skoðun? Já, bara, þú getur bara aftur og aftur á svona talsmenn segja þetta, sko. En sko... En þetta ógeðfellt allt saman. Þú verður bara að setja þig í spór þessa fólks sem að trúað og það trúir þessu raunverulega. Sko ég sé bara fyrir mig sem áhorfanda þessu, þá þetta bara ömulegt. Jú, en bara komdu bara... Stríðið bara ömulegt og það þarf að stoppa það og það þarf að finna leiði til þess og þar eru engar rásir opnar. Það svo mikið hattur og það svo djúbstætt, báðum megin frá. Að þess vegna svo erfitt að finna sáttaleiðina en það ekki hægt fyrir okkur að horfa upp á þetta allt sem að gerast og sitja þegjandi hjá. Það bara ekki hægt. En núna mjög mikið af fólki í Ísrael að andmæla þessu. Jú, ég meni Ísrael líla þess ekki og það bara munun á Ísrael og Gaza eða Hamas svo að fólki heimilt að mótmæla í Ísrael. En ef einhver leifist, en það ekki heimilt á Gaza að mótmæla Hamas. Já, það var nú fangelse ansi margt í þessu mótmælum í gær. Já, en ekki 500.000 mann, sko. Nei. Og en mótmælir sem hafa verið á Gaza gegn Hamas hafa verið barinn niður af fullur í hörku, sko. Og en ég sé bara, komið bara með leiðbeiningarnar, værum við tilbúin til þess að gefa Ísrael, sko, svona vernd eins og verið að tala varandi með Úkraínu núna, öryggisvernd, já. Er ekki svo mikil tortryggni á milli að það langt í það að menn sættist á eitthvað svoleiðis? Jú, en það skynjar það út af þessu. Svo er að tala um stríðin og leikreglur í stríðum og þjóðarmorð og þetta allt saman. Sko, ef maður skoðar mannkynssöguna þá þetta bara mjög nýtt fyrirbæri. Bara lesi bara sögu og öll þessi stríð og allt það. Bara, við getum ekki að fara aftur en til seinni heimsstyrjaldarinnar. Það bara ekki fyrir en eftir hana sem að maður setjast niður og fara að gera svona þessar samþykktir. En jafnvel í henni, það var nú heldur betur mannfall og hörmungar. Skelfilegt. Og þótti ekki tiltökum mála að ráðast á óbreytta borgara. Nei, og þess vegna var nefnilega hugsað eftir seinni heimsstyrjöldina aldrei aftur. Og þess vegna settust menn niður til að búa til þetta samkomulag og byggja upp starfsemi kringum Sameinuðu þjóðirnar sem Trump vill nú berja niður og vill ekki styrkja og vill ekki halda þessu áfram. Það því að Trump svo mikið í sviðsljósunum. Það verið fróðlegt að fylgjast með því hvernig fer í kosningunum sko í nóvember á næsta ári til fulltrúadeildarinnar. Já. Hvort að hann sem sé heldur meirhlutanum í fulltrúadeildinni eða hvort að demokratinir ná meirhluta, sko. Já, það verður svona það verður svona, segi ég svona aldrei ráðandi fyrir þessa forsetatíð hans. Því að ef demokratinir ná meirhluta þá getur hann ekkert stjórnaðurinn án þess að vera í góðum samskiptum við þá. Nei, hann stjórnar svolítið með tilskipunum. Það var ekki bara 210 bara fyrsta daginn. Hann lærið þetta á Obama, sko. Já. Obama var með republikana á móti sér í þinginu, sko. Og hann var alveg útspóinn í að setja alls konar reglugerðir eins og þetta heitir okkar máli. Já, ég tek undir það að það verður spennandi að sjá þessa kosningar. Mér finnst skrítið ef að bandarísku þjóðin eða meirihluti hennar allar halda áfram að styðja Trump og republikana. Trump fyrir bara á fullu kanni gegn háskólum, gegn fjölmiðlum, gegn dómskerfinu og nefndi það, sko. Jú, en ég verði bara að rifja upp að núna eru sko flest svona, þú veist, ég ekki Trump sinni, sko. Ég svona meira Reagan og svona var látið út í Reagan þegar Reagan var kosinn 1980 og það var bara Reagan var bara álitinn, sko,
svona næstu í vangifin sko, leikari í B-myndum Herru, en svo hérna komu kosningarna 1984 og þá vann Reagan sko öll fylki Bandaríkjanna nema eitt, heimaríki hérna Walter Mondale, Minnesota. Herru, hvað var sagt Reagan þá? Hann var svo gamall. Hann bara hvað var hann gamall? Ellegar, sko, og svo núna hérna bara öllum saman, eða flestum saman það, Reagan var bara góð forseti, sko. Já, en hvað var hann gamall kosin seinna sinni? Hann var áttræðisaldri, sko. Hann var yngri en Trump, sko. En hann var áttræðisaldri en svo fekk hann, sko, svona greinir á það hvort hann hefði verið byrjar á Alzheimer, sko, þegar hann hérna hætti, sko. Var það ekki hann sem sagði þegar hann var að lenda ykkur staðar og hann var í Alabama og hann sagði, já, það er fallegt í Michigan, já, þú ert ekki þar, þú ert í Alabama. Æ, maður getur ekki fylgst með öllu. Stórir og sterkir geta hagað sér þannig, sko. Nei, það er áhugaverð sérstaklega þegar við talum, sko, innflytjendamálin og Trump, sko. Að hérna, ég hef stundu verið að hlusta á, sko, maður getur hlusta á svona ræður Reagan, sko, aftur og aftur, sko. Síðasta ræðan sem hann flutti í Hvíta húsinu, sem sé áðan hætti, þetta er svona 5 mínútna ræða, bara til hlusta hana. Það sem var að tala innflytjendur, sko. Hvernig Bandaríkjum væri, sko, þjóð innflytjendur og fólk sem hefði komið til Bandaríkjana til þess að sækjast eftir þessu frelsi sem að þar og byggja þessu upp og þetta allt saman. Og hvernig þetta hefði gert, sko, Bandaríkin sterk, sko. Og hvernig Bandaríkjum lifðu á þessu, sko. En nú það svo kemur hérna Trump og þá eru hérna innflytjendur, sko, mikið vandamál og þeir voru það reyndar á tíma Reagan en svo er svo skemmtilegt, sko, að innflytjendur hafa alltaf verið vandamál í Bandaríkjunum og jafnvel hérna þegar Abraham Lincoln var í pólitík þá voru, sko, tvö stórmál í bandarískum stjórnmálum, það var þrælahaldið og svo var það innflutningur Þjóðverja og það voru alveg óskaplega deilur hérna innflutning Þjóðverja. En nú er þetta svo slæmt, tortryggnin er svo mikil að það er ekki hægt lengur að senda pakka til Bandaríkjanna. Já, Norrænu þjóðirnir eru allar að stoppa póstflutningin. Hann hefur farið fram úr fyrir þessum málum. Þetta tollarugl. Hvað er að þetta kostið? Ég hérna er algjörlega samfálið með tollana, sko, og þetta er svona öflugir gaurar, sko, þeir taka svona stundum það sé fyrir hendur að fara í svona ákveði stríð við efnahagslögmálin, sko. Já, nákvæmlega. Og hérna og halda það að sé þetta að gera eitthvað svona eins og Trump með tollana, sko. Og bara þessi einhverja aðrir sem borga einhverju bara aðrir sem borga sko, einhverju aðrir sem borga en svo hérna er það náttúrulega ekki þannig því að afleiðingarnir eru þær að þessi tollar eru náttúrulega bara bornir af bandarískum viðskiptavinum þessari erlendu aðila, sko, sem er að selja vörur og hækka bara vöruverðið, sko, og það verður afleiðingarna. Svo var eitthvað komment hjá hann, sko, með Walmart, sko, að Walmart ætti bara að taka þetta á sig. Nei, þetta er þetta og hitt er þetta með, sko, innflytjendum að sko það er bara lítið atvinnuleysi í Bandaríkjunum og það vantar vinnuafl og leið og eitthvað fyrir að kreppa að þá bara fara þeir að væla, sko, hans stuðningsmenn að þetta gangi ekki upp og þeir fá ekki að fá fólk í vinnu og svona, þannig að þá rekst hann á veggi, sko. En svo er þetta, held ég sé líka, sko, verið að gera miklu meira úr þessu einhvern veginn, sko, heldur en að kannski tölurnar svona maður skynjar þetta, sko. Og þegar við erum að tala sko, þessi búið að taka, sko, ICE hafi náð 40.000 mann, sko,
handtekið 40.000 manns. Það eru koman, þetta er eins og 4 á Íslandi. Já. Nei, skiljið, það er svo margar hliðar á þessu svona, en það maður svona er að spája hvort þetta sé svona 90% sjó, sko. En það sem hefur kannski... Það er ekki nýjan, sko, það er það sem er svo erfið. Já, en það sem hefur kannski... Komum aðeins heim, það er svo mikið sem er spennandi málum hérna, er það ekki. Ríkisstjórnin er svona berskjaldæri núna, bara auðvitað vaxtahækkun hérna ákvörðunni, og þá svona að þá kemur fjármálaráðherrann og segir að við verðum eitthvað að gera, við verðum annarkvort að skera niður eða hækka skatta. Hann er búin að vera svolítið í skjóli ríkisstjórnin. Ég einhvern veginn hefði á tilfinninguna að segja svona núna svona komið til að blása meir stjórnina. Ekki vissum það. Ég veit það ekki. Ég held að skipti máli hvernig þetta fjárlagafrumvarp lítur út. Já. Ég held að það skipti mjög miklu máli upp á stuðningi við ríkisstjórnina. Ég held líka að umhverfismálin geti orðið þeim erfið, ekki inn í Alþingishúsinu, heldur fyrir utan Alþingishúsinu. Því þar eru hlutar að gera sem að ekki eru nú allir ánægðir með, sko. Þannig að það... Er þetta hugsa laxinn eða raforkuna? Já, bæði, sko, það er nú eitt, opnu sjókveiða eldinn og það sem að þar er að gera og afleiðingarnar af því sem við vitum hverjar verða ef að haldið er svona áfram, að við bara hortu upp á það í öðrum löndum. Svo koma bara norrmennir, sko, norsku kafaratnir og segja bara þið eru með allt niður ykkur. Langt á eftir í öllu. Þá förum við nú að hlusta, sko, norskir kafarar taka sér búningin og fara að tala. En það var náttúrulega búið að vara við þessu öllu saman, sko. En svo er það líka umhverfisráðherrann ákveður að koma með tillögu áður en að rammaáætlun fer inn í þingið að taka Héraðsvötnin og Þjórsárverin úr verndarflokki og setja í biðflokk. Og það hefur auðvitað verið kallað eftir því að þegar að sagt er, og það hefur svona verið sagt aftur og aftur, að það sé svo mikið eftirspurnandur orku og við hefum ekki nægilega orku og við þurfum að mæta þessar eftirspurn. En það hefur enginn sagt í hvað ætlum við að nota þessu orku? Í hvað á hún að fara? Hver er stefnan? Er bara nóg að biðja orkuna og það sé bara, og margir sem að biðja orku og þá sé bara, orkuskortur yfirvofandi, eða hvað er þetta? Ég hlakka til að fá að heyra það. Hver er stefna hjá ríkisstjórninni? Hún hlýtar varðandi orkunýtingu, hún hlýtar að vera samtvinnuð atvinnustefninu sem á að setja fram, sem ég er ánægð með að eigi að fara í þá vinnu, en ég vona að þetta hangi saman og okkur verður sagt, ef við ætlum að fórna þessum náttúruperlum, votlendi, fuglalífi og guðma veita hverju fyrir orkunýtingu, þá þurfum við að vita í hvað á hún að fara. Hvað er þetta? Akkurat. Svo er gaman að sjá hvað verður allar vindmyllurnar. Það er nú eitt, sko, það er á líka að byrja að taka skref. Já, hann vil taka skref. Nei, það er hræðilegt. Já, maður heyrir ekki annað en að það er eigi að taka skref áður en að frumvörp og lagaumgjörð er tilbúin. Það er svona vinnulagi hjá okkur, við fórum þannig á stað með fiskaldið og það og gera það líka með vindmyllunar. Það þarf að vera gríðarlegt aðhald fyrir utan Alþingishúsið í þessu málum vegna þess að það er það ekki inn í húsinu. Nei, svo ótrúlega þetta nú er, sko, að það sé ekki einhver harður náttúru sinni á þingi. Það er bara ekki nóg að segja 1 eða 2, sko. Nei. Það þarf að vera fórustan. Það er náttúrulega með þetta eins og með Evrópusambandi og svo mörg mál að það er svo gott að hafa einhverja andstöðu. Það er svo gott að hafa, sko, andstöðu, jafnvel þó verð ekki ofan á, að þá er það svo mikið aðhald sem er fólkið í því. Já. Það setja meiri press á þá sem vilja. Já, það bara verður meiri umræða og menn vandar sér betur og það verður meiri pressa líka alþjóðlega. Ég held að sé bara, við þurfum þessa svakalega miklu breytt í pólitíkina til þess að fá allar raddir fram. Já, Vilhjálmur er alltaf blandar í þessa góðu umræði okkur. Jú, ég held að það verði bara erfitt fyrir
ríkisstjórnin að koma saman fjárlögum og líka bara í þessu ástandi þar sem að það er nauðsynlegt að grípa fast inni til þess að ná verðbólgunni niður og bara minnka eyðsluna í samfélaginu. Og ég held nú reyndar að ríkisstjórnin eigi nú að þakka bara fyrir allt þetta málþóf sko, sem var í vor, því þá tókst ekki að afgreiða fullt af þessum útgjaldamálum sem að voru komin á götuna sko. Og þetta var að horfa á þau í nýju ljósi og ég held að það verði nú bara niðurstaðan að slatta þeim hverfi sko. Hvaða mál, eins og hvaða mál? Eins og til dæmis að hækkun og örorku? Já, bara örorkubætunar sko, það sé þegar kemur mánuður þar sem launavísitalan hækkar meir en framfærsluvísitalan, þá eigi að hækka eftir launavísitalunni, svo kemur næsti mánuður þar sem framfærsluvísitalan hækkar meir en launavísitalan, þá hækkar eftir framfærsluvísitalunni sko. Þannig að það er búin til svona spírall alveg sitt á hvað sko. Þannig að þetta er sko svona eitt mál til dæmis. Hvað segir Inga Sæland þá? Hvað segir hún? Hún náttúrulega þarf að vinna gegn verðbólgunni eins og allir aðrir sko. En ég sé bara það er fullt af svona málum sem bara voru þarna inni og þarf að taka miklu harðari aðstöðu til sko. Og ég held að það sé alls konar svona hlutir sem að bara kom ekki þá fram sko. Þannig að stjórnin bara fari í þetta allt saman og endur skoði allt saman bara hvað er hægt að auka útgjöldin. Bara í land? Með svona þessa aukningu á útgjöldum sem var búið að boða og gott og vel allt í lagi bara að gera alls konar hluti og peningin sko. En þegar hann er ekkert í stað þá þarf að líta til allra þáttar sko. Þú ætlar að segja hvað? Já, ef að það verður þannig að það eigi bara að skera niður í þessu ástandi, þá verður fólki í landinu sem að þarf á þjónustu ríkisins að halda, sem þarf að bera þær byrðar. Og það eru þau sem vestur stödd. Og það er ekki ásættanlegt. Og ég bind vonu við það að þessi ríkisstjórn sem ég nú styð, að hún finni aðra leiðir í þessu ástandi. Að það er ekki bara aðhaldið, það er ekki bara verið niðurskurði, það getur líka verið tekjuöflun og að þeir finni leiðir til þess að fara einhverja blandaða leið sem að ver þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og þeir sem að þurfa að treysta til dæmis að því að Vilhjálmur nefnir hér almannatryggingar, þeir sem að þurfa að treysta á greiðslur tryggingastofnunar, okkar fátakasta fólk, að það verður ekki það sem að verður fyrir vonbrigðum þegar að nýtt frumvarp kemur fram. Þetta skýrist nú í haust allt saman, en sko, það er svona góslíkur í Ljósufjöllum eða svona við þau og núna er Hekla í gósam líka. Þetta er mikið fjör undir yfirborðinu. Já. Ég maður bara vonar að þetta verið alls saman túristakos sko. Já, bara lítil og nett. Já, auðvitað vonum við það. En svo við búum á Íslandi en svo þetta leikskólamál krakkar. Þetta er Það er bara ömurlegt mál og ég held að fólk sé nú bara að reyna að taka þessu svona einskynsamlega hægtir sko. Það finnst mér nú líka Sólveig Anna sem náttúrulega vann mjög lengi á leikskóla og ég segir hún hvers vegna er starfsfólk leikskóla undir sérstöku eftirliti. Hvað þarf að gerast til að starfsmaður fari undir eftirlit? Já. Maður sá þessar fréttir, hún var að hjóla í borgarstjóran með þetta, fannst hún ekki, ég meina, það er alltaf að kenna auðvitað að þú veist að það sé fólk sé of illa launað og það sé ekki nóg mikið að hæfu starfsfólki en ég lítum bara á þetta sem einstakt dæmi sem er sorglegt og dapurlegt og ég held að það sé ekki þetta að kenna einhverjum öðrum En eins og náttúrulega bara á öllum vinnustöðum þá þarf að vera stjórnun og
þú getur alltaf talað sko, að stjórnun sé eftirlit en meina, bara, stjórnun bara það, þú þarft að stjórnandi, þú ert náttúrulega bara sjá til þess að starfsemin hérna bara virki og fólki sem að vinna sé bara vinna sína allt það. Mér fannst Heiða Björg svaraði svo ágætlega, hún sagði bara að ungt fólk sem að byrja í svona störfum, það fylgst með því, það bara gert. Jú, en svo þetta líka náttúrulega bara sko, eins og hérna bara stjórna stílinn sko og aðferðin að þá svona gamla aðferðin að það sem að kalla command and control, skilur en svo núna talaði hérna breyta það sem kalla þjónandi forysta, coaching and support sko. Þú veist að þú þarft alltaf að vera með nýtt fólk og svona fólk og það alltaf að vera að styðja við fólkið og kenna því og svona ekki það ekki að tala neitt heraga sko. En ef kemur ykkur raunur eitthvað þá það útrúlega stórt mál ef að greipi inn í eitthvað að tilefnislausu þannig að fólki kannski eitthvað vorkun. Jú, en svo bara verða mála sko, þú veist, málin minka þetta sem að menn taka fyrr á því og fylgjast betur með og að grípa inn í ef eitthvað að fara úrskeiðis. Það svona skipta ferlarnir svo miklu máli og borgarstjóri nefndi það einmitt líka að það bara gefið tilefni til að fara yfir ferlana. En þetta mjög þetta vont mál sko. Svoleiðis mál kom alltaf upp á og til, erfið mál. Herðu en sko, nú klukkan orðið svolítið margt og ég held að við erum bara að segja samræðum okkar á lokið í kvöld. Oddný, Vilhjálmur og Þórunn, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og ykkar ágættu áhorfendur og hlustendur, ykkur býður nýtt efni hér eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér Kristoffer Axel, sölumaður á Spáni. Vertu velkomin hér á línuna. Það Alexander. Alexander, já, fyrirgefðu. Ég náttúrulega mjög þekkt fyrir þetta að vera agaleg að muna nöfn. Ég bara byrði að afsaka og vonandi lifa með þessu. Þú ert í Madrid, það ekki rétt hjá mér? Mikið rétt, ég hérna í steikjandi ofninum. Og við náttúrulega höfum kannski ekki alveg svona tilfinningu fyrir því hvernig að upplifa svona hitabylgju. Þetta auðvitað sú mesta, stærsta og kannski svona skógareldarnir, þeir stærstu sem að hafa sést bara í manna minnum. Hefur þetta einhver áhrif á þitt daglega líf? Já, kannski svona daglega líf það að maður ekkert að fara mikið út á daginn. Við erum það heppin svo sem og í þeirri forréttindastöðu að vera í íbúð með loftkælingu en bróðurparturinn af Spánverjum það ekki. Þannig að það reynist mörgum mjög erfitt. Á morgnana og kvöldin þetta svo sem allt í lagi en jú, yfir hádaginn þá ertu ekkert að fara út og einmitt með þessa skógarelda sem í gangi núna þá hefur það teppalagt mikið af borgum meðal annars Madrid og gefið það út bara fólk eigi ekkert að vera úti, loka gluggum, ekki hreyfa sig við daginn úti þar að segja, út af því einmitt bara askan og allt þetta hefur það slæm áhrif á líkamann sko. Og ég meina, mitt askan, það eldarnir það verðist lítið lát vera á og þeir svona verðast frekar vera að dreifa úr sér og þá smærri eldar á fleiri stöðum. Þetta eitthvað svona sem að þú bara sérð í þínu nágrenni? Við það einmitt merkilegt að því að við vorum einmitt í síðustu viku ég og tengdafjölskyldan í fríi á Norðurspáni, sem sagt í Galícia og fórum þar Jakobsveginn sem ábyggilega margir Íslendingar þekkja og þá einmitt byrjaði þessir skógareldar. Þannig að við vorum í raun föst þar í nokkra daga. Gátum ekkert farið allar
lestar aflýstar og þar fram eftir götunum og svo á endanum þegar við urðum að fara að komast heim, fólk hefur náttúrulega bara þarf að fara í vinnu og nennir ekki að kannski að hanga einhvers staðar mörgum dögum saman í óvissu, þá vorum við búin að bóka 4 mismunandi rútur yfir 2 daga þar sem átti að fara bara nánast hringinn í kringum landið til þess að komast fram hjá versta svæðinu. Svo vildi svo skemmtilega til að við rétt náðum af tilviljun síðasta bílaleigubílnum. En einmitt, við sömuleiðis keyrðum 800 kílómetra yfir heilan dag fram með ströndinni á Norður-Spáni og þar fram eftir. Og á leiðinni var þetta mjög súrrealist, sko. Við einhvern veginn, maður var að keyra þarna, Norður-Spáni svona ágætlega laus við þetta. En svo förum maður í gegnum það sem ég kalla mesetuna, stóra borðið á miðum Spáni, það sem ekkert nema flatlendi og gróður til ræktunar, sko. Og það bara lá yfir öllum dökkský og við svo sáum enga elda í raun og veru, en það fórum við sérstaklega langt í burtu til þess að komast hjá því, en ég á fjölmarga vini sérstaklega frá þessu svæði Zamora og Benavente sem eru búin að horfa upp á sína nágranna og sína svona sveitir brenna upp, sko. Já, þetta er alveg hryllilegt og ég las nú einhvers staðar að það væru einhvers staðar á bilinu 1500 manns sem hefðu nú þegar látið lífið vegna hitans. En samt sem áður þá virðast þetta vera svona, þetta eru svona misvísandi upplýsingar, er þetta eitthvað sem virðist vera erfitt að taka saman eða er umfangið bara meira eða minna eða hvernig horfir þetta við þér? Já, svona miðað við kannski nýjustu tölur sem ég hef séð og ég held að þetta sé kannski maður verður íslenskum fjölmiðlum mjög þakklátur í svona aðstæðum að þeir sinna almannavarna hlutverkinu sínu voðalega vel á meðan mín upplifun af spænskum fjölmiðlum er að þetta er rosalega mikið svona slitóttar upplýsingar hér og þar og svoleiðis maður sá þetta rosalega mikið í COVID og ber saman covid.is og síðan hvaða upplýsingar maður hafði hér. Þannig að þetta er svolítið sama stíl hérna, sko. Það er rosalega erfitt að fá heildarmynd af þessu. Ég held að þessi 1000-1500 manna tala er ekki blessunarlega ekki andlát, sko, en allavega gæti verið einhverjum sjúkrahúsafarir eða ég veit allavega, þú veist, það hafa verið í fáeinum tilfellum þar sem er raunverulega andlát varðandi skógareldana beint. Þá held ég að það sé svona 10-20 manns sem hafa mist lífið, mest megnist sjálfboðaliðar sem bjóða upp á þjónustu sína í svona aðstæðum, þannig að það er svona beina andlátin en síðan eins og segja, það er alveg á annað 1000 mann sem hefur verið rýnt af þessum svæðum, allavega svona beint og eins og þú nefndir í upphafi, sko, þetta er hálfgert ræðilegt met á Spáni hvað var það, magn brunans, þetta er í einhverjum 20.000 hekturum bæði í Galícia annars vegar og síðan Zamora hins vegar, þannig að við erum kannski að líta á 40-50.000 hektara brenda, sko. Einmitt, þetta er bara á stærð við Reykjavík í rauninni. Já, með þess að stærra, einhver tók saman bara svæði í Zamora og líndi því ofan á Madrid sem er náttúrulega tiltölulega stærri en Reykjavík og þetta var á sama bili, sko, og það er eftir bara með eitt svæði af mörgum, þannig að þetta er að vera einmitt, vá, þetta er alveg ótrúlegt og já, hugur manns er nú svolítið á Spáni, það eru margir Íslendingar auðvitað þar en auðvitað er það ekki vegna þess það er bara vegna þess að þetta eru skelfilegar fréttir og þetta er já, margir segja völdum loftslagsbreytinga, ég held að það sé nú óhætt að bara fullyrða að svo sé. Hvernig eru stjórnvöld þarna úti að vinna í kringu þetta? Er fólk ánægt með það? Hvernig brugðist hefur verið við og annað? Ég held ég meina, fólk eru auðvitað aldrei rosalega ánægt með stjórnvöld í neinu, það er alltaf þeir sem munu vera móti hverju þeir sem kemur fram og sömuleiðis þeir sem munu alltaf klappa upp, sko. Ég held að þú veist, Spánverjinn er mjög sjóaður í skógaröldum á þessum tímapunkti. Það eru margir viðbragðsaðilar, mikið af stjórnum og hreyfingum og allt þetta svæðis, almannavarnir, allt þessu tengt og það er eiginlega
helst einmitt, þú veist, þessar svona lokal hetjur sem eru hvað mest að vinna í þessu. En maður hugsa til þess að það eru 40 gráður og það er alltaf brenn í kringu en þú ert samt í sko risastórum varnargalla og þú ert með spaðan uppi og ert að vinna í þessu og allt í raun í sjálfboðastarfi eða svo gott sem sko. Þannig að ég held að viðbröðin þau eru hvöss gagnvart stjórnvöldum, fólk vill þetta meira, að það sé gert eitthvað meira í þessu og það sé meira forvarnarstarf, þannig að þetta eigi ekki sér stað í upphafi og svo þetta bara fljótari viðbrögð. En ég held að þetta sé þetta bara ákveðin raunveruleiki sem menn búa við hérna. Bæði, þú veist, það er hægt að tala loftslagsbreytingar en í þessu tilfelli, það var eitt sem hefur komið mér rosalega mikið á óvart, hreinlega fjöldin sem hefur verið handtekinn fyrir íkveikjur, sem núna komið á annað 100. Það svolítið magnað. Menn geta, það að segja, þú veist, á annað 100 sem eru grunaðir í heild, en síðasta talan sem ég sá einhverju 36 handteknir, núna rétt í morgun sá ég einn hafi verið handtekinn rétt suður við Madrid fyrir íkveikjur. Það er auðvitað ekki farið nánar út í það, en ég meina, það til að mynda þessi helgi var svona þeirra versló, ef svo má segja, og þetta tengt trúarlegum veislum og það oft kveikt í flugeldum sem misgáfulegt í ágúst á Spáni, þannig að það ein ástæðan. Þetta séu ekki íkveikjur svona af yfirlögðu ráði heldur þá frekar svona lesa. Svo eru grillveislurnar, fólk virðist ekki átta sig á því, en svo reyndar því miður af yfirlögðu ráði. Það tvennt. Það annars vegar svona eitthvað sem ég hef ekki geta kannski sannreynt alveg sjálfur en svona félagið mínir í þessum verstu svæðum hafa sagt mér að menn eru svolítið að sólarsellurnar eru miklu arðbærari heldur en ræktunarland og nema þú máttu auðvitað ekki setja sólarsellur hvar sem nema ef að landið þetta autt, þá hægt að sækja sem sagt, breytingu á svona zoning eða svæðisskipulagi. Þannig að þetta virðist vera... Já, það svona afleiðing þá af einhverju stefnu stjórnvalda virðist vera að fólk sé þá að kveikja í. Þetta virðist það, sko. Sem sagt, þú getur ekki sett sólarsellur nema einhverjum ákveðnum skilyrðum og ef landið brennur þá engin ástæða til þess að vera með þessi skilyrði. Þannig að þarna ertu komið með, eins og félagið minn benda á, mjög íróníska stöðu þar sem fólk sko að brenna umhverfi til þess að quote on quote sko bjarga því. En auðvitað það bara af einhverjum gróðahagnaði að vilja setja sólarselluna sem borga meira sko. En síðan var ein önnur mjög áhugaverð saga og þetta alveg staðfest sko frá lögreglunni og ég get sendir þetta á eftir. Það var eitt félagi sem var alltaf ráðinn á sumrin í slökkviliðsstarfið en þetta sumarið þá var hann ekki ráðinn það var ekki talin þörf á honum. Þannig að hann gerði sér bara lítið til og kveikti í einhverjum eldum og var ráðinn. En síðan komst upp hann. Þannig að já, fólk virðist hafa sínar ástæður. Það auðvitað laun, þarna spila greinilega stóra rullu. Veistu eitthvað til þess að fólk sé að flýja úr borginni eða af þessum heitustu svæðum? Ekki ennþá, sko. Þú veist ekki, sko, það engin hætta, það stafar engin hætta, það kannski helst í þessum sveitum, sko. En ég held að fólk auðvitað bara flýr í, þú veist, þeir sem hafa efni á, flýja auðvitað í, betri aðstæður, þú veist, Norður-Spánn mjög fínn í svona eða fljúga til eyjanna eða eitthvað svoleiðis sko og eftir sitja þeir sem hafa kannski ekki tök á því þannig að þá situr upp í 40 gráðum og ösku. Einmitt, já, svona gamla fólkið og þeir sem minna eiga. Hvernig, ertu með börn? Nei, við erum barnlaus sko, þannig að við erum svona sloppið við það en við erum ég er með aldraða tengdaforeldra, þannig að við erum svona passa upp á þau og þau séu inni og drekka nægilega mikið vatn og loka gluggum. En veistu hvort að skólastarf sé með svona nokkuð eðlilegum hætti eða eru líka svona skólastofnanir bara í dvala? Eins og sem sagt... Eða svona skólasetningar væntanlega, já. Já, þannig að það er ennþá sumartíminn sko, þannig að þetta svona kemur á bæði versta og besta tímanum, hvað það varðar að fólk yfirleitt á svalari svæðinu þegar með börnin sín og ég var að tala við einn félagi minn þegar við gerðum hann býr hann á Norður-Spáni og með hús þar, þannig að þau fara náttúrulega bara með börnin sín allan mánuðinn og eru þar og koma síðan í september sko, það er svona þeirra versta af staði sko, en ég segi það sko þegar ég labba borgina í ágúst þá hún hálf tóm sko, það er ekki mikið að börnum á leik eða neitt svoleiðis, annarkvort fólk í fríum annars staðar eða heima hjá sér.
Og þetta svona orðin veruleiki bara þarna á Spáni að það komi svona skelfileg hita tímabil. Það sko. En hvernig með, yfirleitt þegar að það ganga yfir einhverjum svona hamfarir þá á fólk það til að hamstra og vatn verður á skornum skammti og annað slíkt. Nú hefur það alveg komið fyrir að vatnið í Madrid hefur þurft að skammta. En hvernig þetta núna? Já, Spánverjinn rosalega rólegur með þetta. Það var kannski ef áhorfendur ykkar muna eftir því fyrir svona 2-3 mánuði síðan þá fór allt rafmagnið af á Spáni í heilan dag og það var rosalega súrrealísk upplifun sko og ég svona íslenska almannavarna heilinn fór á stað sko. Ég fór og sótti þess að aldra tengdaforeldra og ég kom með þá heim og eitthvað svoleiðis og ég byrjaði að fylla allt á vatni og ég var þegar búin að kaupa einhverja birgðir og eitthvað, þannig að við ætluðum bara, vorum rosalega vel tilbúin. Spánverjinn var ekkert eðlilega slakur yfir sig. Það voru allir bara út á götum að drekka. Það var hvort þeir búið að loka vinnustöðunum, það var ekkert að gera neitt af því það ekkert rafmagn. Þannig að maður sá fólk bara á börum og bararnir að keppast við að selja allt áður en þurfti að henda þeim. Þannig að í því tilfelli þá var vissulega sko hamstrað að því leitinu til að voru allir í búðir og það keyptu allir sem gátu með það reiðufé sem þeir höfðu en það var mjög örugt ástand og ég hef upplifað það sama hér. Ég meina við vorum först þarna á þessari lestarstöð í Galíþía. Jú, fólk stóð í röð og það var smá pirrað en þú veist, það var ekkert upplausnar ástand og ég sá engar sko, þú veist, búðir tómar eða vatnið ekki að ganga. Það eina sem skorti það voru bílaleigubílarnir eins og segið, þú veist, það var eðlilega að þeir voru farnir mjög fljótt, enda vildi fólk komast heim til sín og við náðum einum. En ég held að Spánverjinn bara svo vanur einhvern veginn svona aðstöðum og þeir vilja bara taka í rólega í staðinn fyrir að fara í eitthvað panikk, sko. Já, það er svona menningin að skilst manni. Ég þakka bara kærlega fyrir Kristófer Alex Guðmundsson fyrir að taka tíma og spjalla við okkur í hitanum. Við fáum að fylgjast með þér kannski aðeins, svona þegar líður á þessa viku og mánuð. En við segjum það bara gott hérðan í bili. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við höfum verið með rauðaborðið með svona þráð sem við köllum rauðaþráðinn, þar sem ég fæ fólk til að koma hingað og spjalla við mig stöðu stéttabaráttunar, sósíalismans, vinstrisins í okkar heimsluta en kannski náttúrulega með mesta fókusinn hérna heima. Og við ætlum að halda áfram í kvöld og hingað kominn Kári Gautason sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi. Ég var aðstæðarmóður Svandísar Svavarsdóttur, VG-maður. Ef ég má aðeins byrja svona þetta með okkar heimsluta. Lítur svo á að vinstrið og sósíalismin séu í kreppu. Ekki bara á Íslandi heldur. Þetta hluti af einhverju sem að gerast bara í þessum nýfrjálshyggju-kapítalisma sem við lifum í? Já, sko, ég veit ekki hvort maður endilega kalla kreppu, en við erum allavega í einhverju atburðarás. Hvenær hún byrjar kannski ekki gott að segja. Einhvern tímann las ég bókum fjallaði það Sovétríkin féllu ekki 1989 heldur enn að falla og Úkraínustríðið svona einhver afleiðing af því og ég held að vinstrið sé í ekki tengt Sovétríkjunum, bara þetta svona sama fyrirbrigði að hlutur eru lengi að gerast að við erum að glíma við afleiðingar aukinar svona einstaklingshyggju í því hvernig samfélagið byggt upp sem hefur haft áhrif á stéttabaráttu
Það að segja að vandi vinstrisins núna að tala tungumál sem talar til fólks í meira svona atómíseruðum heimi þar sem eru einfallega ekki þessir svona fjöldahreyfingar sama tægi og voru í eina tíð. Það eru, og þá ég við bara að þáttaka í allskyns félagsstarfi dræmari heldur en hún var. Í skils mér auðvitað man ég það ekkert, verandi alveg upp á 10. áratugnum, þetta var nú ekkert svo rosalega ólíkt því sem í dag, en þó man maður eftir hrunárunum og því, þú veist það sem var rosalega mikið. Þú komstu vitsvára á hápunkti nýfrjálsíkjunar. Já, akkurat. 2007 eru fyrstu alþingiskosningarnar sem ég kýsi í, sko. Og og ég held að þetta, þú veist, það er ekki að horfa bara, sumir vilja segja að það hafi breyst síðustu 10 árum, ég held að sko rótin af þessu sé mikið lengri og stærri. Uppgangur einstaklishyggju sem að má eiginlega rekja bara til 8. áratugarins og 9. áratugarins. En ef það er þannig að það er erfitt fyrir vinstrið að ná eyrum fólks í fragmenteruðum heimi, það ætti það eiga við alla, það er ekkert vandamál fyrir makarhreyfinguna í Bandaríkjunum eða reform í Bretlandi og þetta eru hreyfingar sem spretta upp hratt og ná fljótt mörgum eyrum. Af hverju það flókið fyrir vinstrið? Það það sem ég ekki almennilega átta mig á, en maður sér það hins vegar þannig að hægrið hefur átt auðveldara uppdráttar í þessu umhverfi, þessu fjölmiðla umhverfi og þessu miðlunar umhverfi, að allskyns YouTube-rásir, hlaðvörp, svona einhverjum reikningar á Twitter og eitthvað svona, sem eru svona hægri efni, þeim gengur betur. Það fá líka meiri stuðning og styrki. Vissulega. Það er alls konar ríkt fólk sem heldur þessu ganga, þetta er raunverulega, sko. Já. Þetta er ekki allt saman, þetta er ekki frjáls barátta hugmyndana. Nei, síðan svo, en svo sér maður líka að sko áhrif algóriðma í bara þegar maður fer inn á YouTube og að skoða eitthvað efni sem manni finnst skemmtilegt. Ég bara, til dæmis, var að skoða fótboltavídeó og þá setur algóriðminn mig í eitthvað flokk kallmanna sem áhuga fótbolta. Ég sé fullt af fótboltavídeóum en líka bara eitthvað að stæka hægri vídeó líka inn á milli, sko. Þannig að ég held að okkur sé svolítið smalað í þessar réttir af algoritmanum sem eru náttúrulega undir stjórn auðugra, það nú bara kapitalistar ekki nægilega svona lýsingu yfir þessu, þetta eiginlega eins og lénserar frekar heldur en venjulegir kapitalistar sem líka stjórna þessu og fyrirbrigðis og samstöðin svona leið sem mikið svona presence á eins og YouTube og svoleiðis og Facebook svona leið til að berjast á móti þessum stanslausa hugmyndastraumi frá hægrinu, en auðvitað það við ramman reipa draga í því, sko. En ég held að þetta sé stóru ástæðan svo að það bara einhver svona menningarslagsíða sem erfitt við að eiga og hún líka studd dyggilega fjármagn og svona. En svo þessi munur á netheimum og raunheimum sem sá að umræðan á netinu einhver tiltekið málefni á einn veginn, en svo kannski hittur aldrei alvöru fólk til að tala hlutin á þeim nótum sem umræðan á netinu. Þannig að þú veist, þessi gjá líka mikil, þannig að maður áttar sig á því, sko, hversu mikið af þessu bara tilbúningur þeirra miðla sem við erum að tjá okkur á að það sé svona mikil hægrislagsíða. Við sjáum það ekki í skoðanakönnum á Íslandi. Við sjáum ekki vinstrisveiflu, en við sjáum enga hægrisveiflu. Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru bara í og undir kjörfylgi sínu og Framsóknarflokkurinn hverfa. Já, og ógnar sterkan miðjukrattaflokk sem kannski suma yfir alla tíð talið að hafi skort á Íslandi, svona þennan kjölfestu
flokk svona á miðunni eða vinstra meginn við miðju eða hægra meginn, það svona fyrir eftir það smakks. Líklega verður að bíða í 30 ár vita hvort að það verði því að kjölfestu flokkar þeir þurfa að vera til í áratugi til þess að öðlast það nafn. Já, ég er ekki vissum að það verði endilega þessari tilraun sko, en allan eins og staðan í dag í skoðanakönnunum þá er staða krataflokksins ógnarsterk gnæfa yfir aðra flokka. En svo getur tekið aðrar kannanir afstöðu til ýmissa mála og það bara er ekki að merkja þessa hægri sveiflu sem að ég veit að er talað upp í þessum hægri podcastum sem þú ert að tala og þeir kannski er í einhverju búblu og er alveg sannfærður að allir séu bara komnir á þeirra vagn en það er eiginlega ekkert sem betur til þess. Nei, nema fyrirferðin sko. Fyrirferðin er, já, en svo er sko, þú veist, fyrirferðin það getur skipt máli að fólk haldi að það sé hægri sveifla til þess að hún svo mögulega raungerist. Bara að sú atburðarás eða svona það sá rammi utan umræðina skiptir máli. Lögmæti, það er ókei að fara þangað. Já, akkurat sko. Það er allir, þetta er kallað á mínu heimili allar stelpunar allir í Húsafell. Það sem að þú reynir að sannfæra ykkur að það sé í lagi vegna þess að allir eru að gera það. Já, en þetta er sko, ég hef svo sem ekki séð uppgjör úr kosningarannsókninni sem er gerð þarna, rannsóknin sem gerði tengslu við alþingiskosningar, mjög löng sería. Ég hef ekki séð hann að gera það upp hérna frá þeim síðustu kosningum, það er nú oft mjög áhugavert að fylgjast með því, en það sem mann kannski grunar að sé að gerast, sé að einhverju leyti sé að smita samt yfir í íslenska umræðu alþjóðlegir straumar. Maður hefur náttúrulega fylgst með nánast linnulausum tilraunum til innflutnings af erlendum menningarstraum hingað til lands síðustu 10 árin og mörg þeirra hafa bara algjörlega farið á grannar og hefur ekkert virkað og hefur ekki talað við íslenskan veruleika. En sumt kannski á greiðari aðgang heldur en annað, þessu umræða útlendinga og hefur kannski borið merki. Nú eru eitthvað fólk í einhverjum peysum niður í bæ með einhverjum krossum á. Það var ekki Það voru mótmælið þar síðustu helgi og það er ekki að sjá að þeim sé að fjölga sem mæta á Austurvöll til þess að styðja þennan málstað. Nei, en þeir mæta á Austurvöll. Það var ekki fyrir 10 árum. 250. Já, það er breyting sko. Það er yfir höfuð mæti og síðu 250. Þetta er ekki, þarna væri við kannski að segja að þetta er svona subculture. Já. En það hins vegar hafa svona miðlarnir svolítið tekið mið af þessu og verið að elta þetta. Mér varst áberandi í forsetakosningunum þegar Stefáni Einari í blaðamennu Morgunblaðsins tókst að setja þungunarof á dagskrá forsetakosningana sem er svona dæmi innflutning á amerískum hugmyndum. Já, það var ákveðin lagni að ná því. En það er bara, hann segir þetta og bara RÚV skokkar á eftir. Já. Og það er mjög algengt að RÚV skokkar bara eftir svona sjónarmiðum Morgunblaðsins þótt að þau séu svona afgerandi til hægri, afgerandi innflutningur á svona menningarstríðshugmyndum sem að oft er erfitt að finna stað í íslensku samfélagi. Já, það þarf allavega skapandi hugsun til að koma henni fyrir í íslenskum veruleika og það er þessi staða miðla held ég að sé skipti verulegu máli í þessu samhengi og maður svona sem áttar sig ekki alveg á því maður hefur nú, ég fylgist ekki það vel með fjölmiðlum að ég viti hverjar áhorfstölunar í þeim eru en mann grunar að áhorfið á þessa línulegu fréttatíma og það sé að detta hratt niður. Það er samt umtalsvert. Það er fjórðungur landsmanna sem horfir á kvöldfréttir ríkissjónvarpsins. Já, það er bara ekkert fyrirbrigði sem nær þessu er ekkert í samanburði við þetta. Svo því sé haldið til haga. Þótt þetta sé kannski minna heldur en þegar við upplifum það að öll þjóðin sæti saman í sófanum og hlusta á fréttinnar og var allir að innbyrða svona sama erindið. Þá er áhrifamáttur þessa svona sterku meginströmsmiðla gríðarlegur ennþá. Hann er það, en hann er hins vegar, það er að draga úr honum og þá
og ég held að sko það að allir siti og hlusti á sama fréttaflutningin sé gríðarlega mikilvægt til þess að svona allir séu einhvern veginn í sama staðreynda veruleika. Það mun aldrei gerast aftur. En það mun sennilega aldrei gerast og hvers, og það þá spurning sko hvað tekur plássið, hvaðan ertu að fá svona upplýsingar það hvað að gerast í raunveruleikanum, hvað mun það koma, þú veist, verður það af samfélagsmiðlum, verður það úr einhverju hlaðvarpi, þú veist, hvaðan ertu að fá svona þessa upplifun á því hvað er helst á baugi í dag. Það hlusta hádegisfréttirnar fyrir marga hefur verið þessi grunnur, hádegis- og kvöldfréttir, bara svona til að, og þar hafa náttúrulega fjölmiðlarnir óbærslega völd í því hvað er ég að segja frá og hver er ég að segja ekki frá og það er alveg eftirtektarvert hversu mikinn slagkraft Morgunblaðið hefur haft í fréttaflutningi um ýmis mál. En líka öfugt, þú veist, það voru... Miða við það hvað eru fáið sem lesa blaðið. Já. Það er þessum verið að benda á þetta hvernig RÚV tekur oft upp tónin frá Morgunblaðinu. Kannski er það eðlilegt fyrir sjónvarpsstöð að taka upp tónin frá blöðunum og það breytt blað eftir og þannig að Morgunblaðið hefur þar að leiðandi svona áhrifavald langt út fyrir útbreiðslu sína. Já. Og svo er þetta náttúrulega bara stór stofnun, þú veist, það eru, þú veist, til þess að gera frekar margir fréttamenn þar og þannig að, það er eðlilegt að þeir setja einhvern veginn tónin, en sko, þetta miðlæga hlutverk RÚV er óbúslega mikilvægt og dýrmætt held ég fyrir Íslendinga að reyna að halda í að það sé þessi vettvangur fyrir svona, blaðamennsku, því ef að hann hverfur, þá hvað er eftir sko. Þú veist, hvaðan á fólk að fá upplýsingar ef það er ekki frá þessum ríkismiðla, því mér finnst sko. Þyrfti þá ekki ríkismiðlinn að skilgreina sig skýrar fyrir hvað hann stæði í staðin fyrir að svona draga dám að því sem að fyrir sem eru meira og minna bara hægri pressa, Morgunblaðið, Viðskiptablaðið, þessi podcast sem eru keyrð áfram ofta, sérðu bara hverjir eru að auglýsa í því, þetta eru bara fyrirtæki eigendur sem haldist úti. Já, sko alveg 100% og ég held að þyrfti að vera svona einhverju leyti skýrari stefnumörkun hvað RÚV er að gera og hvað er ekki að gera og ég er engin sérfræðingur fjölmiðla en ég er mikill áhugamaður hlustun á gufunni og það er mikið að gæða efni þar sem ok, ég ætla að fara inn í þetta öðru sig. Ég held að ríkismiðlinn þurfa að reyna að passa upp á það að sé jafnvægi, þú veist, í sínum fréttaflutningi og þá augljóslega má það ekki nota Morgunblaðið sem svona til að svona preempta sinn fréttaflutninga. Ekki verið að ríkisstjórnin getur notað þess að stjórnarandstöð sem er á þingi. Nei, akkurat sko. Hún endurspeglar ekki andstöðuna eða hinn valkostin. Nei, það er þessi rofi, maður finnur það alveg, það vantar þegar þingi er að stöðum, það vantar inn þar ákveðin sjónarmið, bara algjörlega og það skiptir óbúslega miklu máli og held ég að útskýra einhverju leyti af hverju ég held að sé mjög góð staða fyrir krataflokkin að vera í að sé engir flokkar á þingi vinstramegin með þá. Það svona... Hann náttúrulega færist til hægri við það og það er ekki gott til lengri tíma. Hann getur glaðst yfir því skamman tíma en á endanum verður þetta hans dauði. Já, er það samt alveg örugt? Ég meina kannski bara nær samfélkingin að fóstra þessar vinstri stefnur innan sinna raða. Kjördæmakerfið vinnur gegn því, þótt að það séu ákveðna eins og 5% þröskuldurinn sem ýtir undir það, að þá held ég að kerfið hjá okkur verði ekki þannig að samfélkingi verði eins og breski verkamannaflokkurinn þar sem að fólk telur að verði að ná kompromi inn í flokknum fyrir kostingar og þar séu vel að baráttan háð, þannig að baráttan í kostingunum sé ekki og það meiri sem að bresta í Bretlandi sko, þannig að Já, bara þessa dagana. Og reynir alltaf mikið á það í Bandaríkjunum þótt að það sé bara erfiðara að leggja fram raunhafar tillögur annan valkost í flokknum en demókrataflokkurinn er náttúrulega fjöldagröf hugsjóna og... Já, sko það sem ég á við er að
að það ekkit augljóst í mínum huga að flokkarnir sem eru núna utan þings, en eru vinstriflokkar, að þeir eigi, að þeir muni eiga eitthvað kosningasigur næst. Mögulega nær bara Samfylkingin að gleypa hlut. Staðan núna, við sáum það bara í könnunum að Samfylkingin mælist með 10% umfram kjörfylgi sitt. Já. Að menna hinir haggast ekki og eru að missa fylgi. Já. Þannig að það, þú veist... En Kári, má ég aðeins draga þetta saman að þú ert að tala um fjölmiðlana. Já. Og þú ert að tala um að vinstri hafi ekki náð fótfestu í þessari stöðu. Og ef ég má reyna að draga þetta saman sem að mér finnst þú vera að benda á, þá getum við farið svona nokkra áratugi aftur. Og það að verða til svona sýndarveruleiki sem við lifum í, sem eru veruleikar netheima, sem að við vitundalíf okkar að svona hálfuleiti þar og hálfuleiti í raunheimum sem að við getum svo rættum kannski seinna hvernig baráttan háð þar. En þetta bara staðreynd og það það bara að mæla skjátíma hjá fólki að það sem áður voru fundir og bókalestur og samskipti eru mikið leiti inn á vefnum. Og þar stýrt streymi af upplýsingum til okkar. Og þá höfum við bara þá fjölmiðla sem eftir eru inn í þessum sýndarveruleika. Þeim hefur fækkað og ef við tökum bara stöðu RÚV að kannski fyrir 30 árum að þá var RÚV í fjölmiðla umhverfi þar sem að voru flokksblöðin og þar sem að svona viðurkennt að það væru ólík sjónarmið sem að væru í gangi. Þau eru núna horfin og það eru eiginlega bara hægri sinnuð mjög kapitalísk blöð sem eru eftir og það náttúrulega færir sjónarhótt RÚV til fyrir utan það að við erum að koma út úr tímum sem að hefur verið trú á því að það væri enginn annar valkostur, svo ég veit nú í Margréti Thatcher og það hefur maður séð svolítið í umræðinni og ef við tölum aftur RÚV að þá fjallar RÚV til dæmis alltaf efnahagsmál svona út frá sjónarhóli nýfrjálshyggjunnar, það aldrei sérstaklega gagnrýnin tónn á svona stjórnarstefnuna. Þetta er svona þróun sem allir geta bara mælt á sjálfum sér. Bak við hana minnkandi félagsleg þáttaka, minnkandi þáttaka í verkalýðsfélögum og ýmsum hagsmunasamtökum almennings. Það þær hafa bæði orðið verkalýðshreyfingin starfsmannavædd, raunverulega lítið gert ráð fyrir þáttöku almennra félagsmanna. Það mjög fátíðir svona almennir félagsfundir í verkalýðsfélögum í dag og hefur ekki verið í áratugaskeið. Það liggja niðri hagsmunasamtök sem höfðu mikil áhrif á Íslands samfélagi eins og félag einstæðra foreldra, leigjendasamtökin og önnur slíkt hefur dáið út sem er kannski svæði sem að vinstrið á, sem er félagsleg þáttaka og vinstrið getur lifað í samfélagi þar sem er gert ráð fyrir félagslegri þáttöku og þú hvattur til hennar og þaðan fáum við okkar forystu fólk og þaðan mótum við baráttu okkar og vinnum litla sigra og öflum okkur kjark. En þetta meira og minna hefur verið ýtt í burtu, bæði bara í tíðarandunum, í einstaklishyggjunni og það hefur verið haldað því fram við okkur að sá sem að segist vera að berjast fyrir almenning, hann ekkert að því, hann bara að hugsa raskatu á sjálfum sér og við höfum ekki að treysta verkalýðsforingjónum eða þeim sem að segist vera að tala máli almennings gegn öðrum, þú kannast við þennan svona áróður sem hefur verið og það er líka verið það að því vitna til dæmis í Bretland áðan að þar var kannski ef þú tilheyrir verkalýðsstétt á kaustu bara þinn verkamannaflokk og sættir við það þótt að hann væri að gangi gegnum erfið tímabil en þú stóðst með honum en á nýfrjálshyggjuárunum kemur svona hugmyndin það að við eigum bara go shopping og kaupa það sem okkur líst á hverju sinni þannig að svona samstaðan og sem er þá stéttarvitund og svona hugmyndum hvar ég á að standa út frá mínum stéttarlegum hagsmunum það er farið, það er dregið úr vægi verkalýðsfélaga það var þrengt að verkfallsréttinum á 10. áratum á nýfrjálshyggjuárunum og það er linnulausa tillögur um að gera það frekar. Þannig þetta það er umbreyting frá svona samfélagi þar sem félagsleg þáttaka og félagsleg virkni skiptir máli yfir í samfélag þar sem við erum öll einstaklingar á netinu. Það mætir engin hópur
þótt við séum ykkur hópum á Facebook, þá það er mjög svona einstaklingsmiðuð og þannig og það mótar kannski þátttöku okkar í samfélaginu. Og þetta, þú veist, geta ábyggilega margir bara að skrifa undir, þetta er svona meira og minna, ég er ekkert að segja, ég gerir þetta sérstaklega vel að draga upp þessar línur. En eftirstendur spurningin, af hverju ættu vinstrið að eigi meiri erfiðleikum með að fóta sig í þessum raunveruleika? Ég ólst upp með vinstrið, það voru allir listamennirnir og allir helstu hugsuðnir og vinstrið sótti svolítið í það að þarna var mesta vitið var vinstra megin. Það voru bara peningarnir hægra megin. En af hverju tapar vinstrið í þessari baráttu? Sko, það er ekki, það er einhverju leyti kannski einfaldari á miðlum sem snúast að einstaklingurinn hefur gjallarhorn. Að þá er það styttri leið í mark að tala út frá og þá hugmyndafræði, einstaklingshyggju. Það, og maður hefur svona, ég hef stundum verið hugsi í kringum hluta af svona aktívisma sem snýst þú veist, að setja fána í prófílmynd og eitthvað svona, þú veist, eins og netaktivisma, að hann stundum finnst manni svona, hefur maður tilfinningu að það sé hluti til bara svona einstaklingsdyggðaskreiting. Þú veist, ég er að skreita mig með einhverjum málstað. En er þetta svo alvarlegt að þeirra voru keypt með, þú er svo ungur, það voru selt merki sjómandagsrás sem svona pappír með títiprón og þá var þetta alltaf sett í svona stórisinn sem var í glugganum, bæði til þess að segja ég er búin að kaupa þetta, en líka bara til þess að vinka út að ég stiði sjómenn. Já, akkurat, og með björgunarsveitarkallinn og þetta. Þú veist, auðvitað er heldur ekkert nýtt, sko. Þú veist, En ef ég segi ég stið transfólk, þá er ég alltaf komin í dyggðaskreitingar. Já, akkurat, sko. En það er líka bara svona einhver cynisismi í því, kannski í mér að vera svona hugsa þetta þannig. En það er, varðandi listamenn, ég mikið pælt í því, sko, af hverju þetta hefur gerst og ég hef hugsað bara eins og með vinsælustu listamennin í dag maður sér ekki mikið af svona pólitískum textum, þú veist, en þú getur farið aftur og skoða alveg fjöldan af slíkum frá svona vinsælu listamennum á hverjum tíma söngaskaldum og svona, sko, og þeir eru náttúrulega alveg til í dag, en þetta svona, það var, þú veist, maður getur ekki átta sig á því að af hverju það er öðru sinna bara að reyna að átta sig á hvað virkar, þú veist, hverjir hafa náð árangri. Það eru til dæmis áhugavert að fylgjast með Gavin Newsom, ríkisstjóra Kaliforníu, sem er að beita, ég veit ekki hvað, svona eiginlega trollherferð sem hann er í á samfélagsmiðlum til þess að reyna að draga dáma að gera grín af Trump með því að skrifa í hástöfum og með einhverju asnalegar gervigreindar myndir þar sem hann reynir að nota maka aðferðina í tjáningu. Það virðist virka, allavega næði gríðarlegri útbreiðslu, en hvort að það tommar eitthvað til þegar á hólminni komin er svo spurning. En svo er, þú veist, ekkert endilega augljóst heldur að þetta séu, þú veist, ég var að segja á hann að það væri einfaldara fyrir á miðlum einstaklingshyggju að tala einstaklingshyggju. En þú veist, svo er þetta kannski líka bara sitt hvort hluturinn. Það er einstaklingshyggja, en þú getur verið mjög einstaklingshyggju miðaður persónulega, en samt alltaf kosið vinstri. Þú veist, verið með vinstri sinnaðar skoðanir í samfélagsmálum. Þannig að þessir ásar eru kannski ekki sami hluturinn, sko, þó að þeir eigi svona En á tímum einstaklingshyggju, þar sem hefur verið dregið úr trú okkar á félagslega virkni, það er til að segja einkenni af flokknum sem að Corbyn og Sultana er að reyna að stofna í Bretlandi, að það er lögð áhersla á félagslega uppbyggingu almennings. Almenningur verði að endur fæða og búa til ný
svona félagslegar heildir og efla þau sem að fyrir eru til þess að halda völdum. Það eina tæki til þess að halda völdum sem almenningur hefur, sem samstaðan, sem að gerist þá í slíkri uppbyggingu, sem ekki hægt að búa til á vefnu vegna þess að það endar í svona það sem að virkar svona eins og að skreita sig með einhverju og virkar eins og það sé ekki. Já, það svona motivasjón án orginasjónar. Já, og svo bara eins og maður séð með alla Facebook-hópa sem nokkuð tíma verið í að þeir hafa ákveðin helmingunum tíma þangað til að umræðan þar orðin mjög undarleg og já, ég alveg sammála því að sko eina leiðin fyrir almenning að hafa áhrif í gegnum þessa valdaferla sem eru í samfélaginu, kosningar og flokka og þetta allt. En já, því ég talaði svona félag, þá ég að tala líka svona eins og leigjendasamtök félagins þar foreldra. Já, þau skipta máli en sko í grunninn þá finnst mér sko að fókusin í baráttunni þurfi alltaf að vera á vettvanginum sem valdið þú veist, hvort sem það í sveitarstjórnum eða í kosningum. Það hafa öflugan svona þennan, hvað kallað, þriðja eða fjóruða eitthvað gera, skiptir rosalega máli og það voðalega vont að kapitalistar hafi gríðilega vel fjármagnaða hagsmunahópa fyrir sig og svo sé ekkert hinum einn og bara svona, þú veist, praktískt dæmi að þú það kannski breyta reglugerðum, byggingarreglugerðu eða eitthvað til að reyna að vernda alþýðu fólk fyrir einhverju sem þú tilur ógnaðum að byggja fyrir þá einhver hreysi eða eitthvað og það send inn gríðarlega efnismikil umsögn af samtökum iðnaðarins og svo ekkert að hinni hliðinni og þá náttúrulega mun þetta breytast í áttina að því sem En ef að Vinstri hefði áhuga á því að hafa þetta öðruvísi, þá myndu þau hafa verið að berjast fyrir því lengi að neytendasamtökin eru styrkt úr ríkissjóði, leigjendasamtökin eru styrkt úr ríkissjóði. Það er bara, Vinstri hefur ekkert verið að gera það. Kannski vegna þess að Vinstri sem að þú ert að tala sem að býður sér fram, að það er náttúrulega líka að venda svolítið svona miðlæga stöðu sína og finnst það bara, hér er ég komin og ég er að tala fyrir hönd allra sem eru minnimáttar og þau þurfa ekki að hafa félög af því þau hafa mig. Já, en sko mér svolítið deildar meiningar með þetta sko með framlögur ríkissjóði eins og ég svo sem þekkja bara aðalega starfi gegnum kringu stjórnmál. Ég er ekkit endilega viss að þetta sé alltaf mjög hollt til lengdar að svo mikill hluti af framlögum flokka eða samtaka til að reka sig séu. Ég var að vísa í neytendasamtökinu. Já, ég held að eigi samt sama við þar sko. Ég held að það sé algjört eitur sko styrkjandi til flokkana sko. Já, svona niðurstaðan sem ég komst að eftir að vera í kringu það býr til svona fjarlægð á milli kjósenda og stjórnmálafólks. Það bara gerir forystu flokksins, hún er ekki lengur háð grasrótinni. Já, það þarf að það hringi út með betlistafinn, það skiptir máli og svo og ég held að sama eigi við þriðageirann, þú veist, neytendasamtökin og þú veist, hvað þau heita sko. Að ég held að það þú sért á framfæri einhverja og sért að veita getur samfært fólk að þú veist, málstæðurinn sem ég er að verja fyrir þig, hann er 500 króna virði á mánuði. Ég held að skipti máli, bara rétt eins og með stjórnmálaflokka. En við höfum gert þetta til þess að síða vinnumarkaðinn, þá höfum við sett að 1% af laununum fer í verkefnisefninguna. Við höfum gert þetta í sóknargjöldum, það fer 14 skall á ári. Annarkvort deilir þú honum út í eitthvað trúfélag eða þá að Daði Már færa það. Þannig það eru til svona dæmi sko félagslega uppbyggingu sem eru til hliðar við ríkið sem er talið nauðsynlegt að hafa til þess að hafa eðlilegt jafnvægi í samfélaginu. Það er spurningum ef að við erum að horfa upp á sko félagslega virkni fjara út og deyja og sjáum þú ert að tala það að við erum með einhverja breytingar á lögum og það er bara heilu herskararnir frá kapitalistunum, engin hinum einn. Þá er spurningum, við verðum ekki að gera eitthvað í því til þess að skapa meira jafnvægi í samfélaginu. Jú, það snýst bara hvernig gerir það best sko. Og ég er ekki að segja að ég sé eitthvað kategórist mótið í að styðja svona samtök. Ég held bara að það þurfa að vera eitthvað jafnvægi á milli þess að þetta séu raunverulegar fjöldarhreyfingar
og lögmætið er að komi til þannig og að þetta séu tiltölulega fámennir hópar í rauninni sem séu bara með styrki frá ríkinu og þú veist, eins og samtök skattgreiðenda sem eru stundum með auglýsingar fyrir kostningar sem eru, það ekki fjöldarhreyfing en En ef það ótti við þetta þá þetta að nota sóknargjaldasystemið, þannig að fólk ráðstöðu þessu sjálft. Já, og það meira sóknargjaldasystemið. Ég held að séu á 4.000 manns í leyndarsamtökum, þau aldrei fengið neinn stuðning frá einu opinbera. Nei. Og samt það hópur sem við vitum bara mæta vel að að glíma við mesta óréttlætið í samfélaginu. Já. Sem þú veist ítir flestum ofan í fátækt og kippir fótunum undan flestum fjölskyldum til þess að það geti verið svona efnahagslega sjálfstæð. Já, það bara en það svo sem bara ekkit alveg galin hugmynd að vera með eitthvað svona hliðstætt fyrirkomulega við sóknargjöldin þar sem það sé bara, þú veist, ég ætla að vera í samtökum leigjanda eða landvernd eða hvað það heitir og þá fer eitthvað af þínum skattfé í það sko. En þetta bara svona vangaveltur af því að þú ert að lýsa veröldin eins og hún þar sem að peningaaflið eiginlega bara næstuð með alræðisvöld og að því þú byrjar að tala netheima og veikleika þeirra og þar eru svona einstaklisríkjan ræður ríkjum að þá eiginlega hin hliðin að svona félagsleg virkni hefur fjarað út og þá spurningum hvort að það sé forsenda fyrir bata vinstrisins og sósíalismans að þessi félagslega virkni eflist. Ég held að hún sé alveg klárlega forsenda sko. Þetta mun ekki byrja að ganga betur fyrir vinstri fyrr en að það næst að virkja fólk til þáttöku og svo það bara spurning, svo það svona tæknilegt úrlausnaratriði hvernig þú gerir það. Þú veist, því að ég held að stóri áhrifaþátturinn þessi að sé draga úr virkni, þú veist, og það og hluti til þetta einhver bölvun tíma að við búum í óbúslega flóknu samfélagi, þannig að það búið að fagvæða alla mögulega hluti, þú veist, ríkið að regulera rafsegulbylgjur og tappa á flöskur og allan fjandann og það alltaf best að gera eins og fagfólkið segir og eitthvað svona. Þannig að það líka erfiðar einhvern veginn að bara að vera með skoðun á öllu því sem hægt að hafa skoðun á og þá svona eitt svona frekar eðlilegt viðbragð finnst manni við það að það bara kúpla sig út úr þessu, bara ég ætla að vera með sinna mínum áhugamálum og fjölskyldunni og ekkert bara vera að skipta mér að hinnu en til lengdar þá mun vinstriða ekki út af því að eðli þess að berjast fyrir þá sem minnstvöld hafa og allt það, að þá mun það ekki gerast nema með samstöðu og samstaða færðu með því að hitta raunverulegt fólk ekki vera í einhverju svona net í sýndarveruleikanum eins og lýstir svo ágætlega en sýndarveruleikin hefur Hann náttúrulega hálfur heimur okkar. Já, hann hálfur heimur okkar. Þú getur ekki yfirgefið hann. En það gerir það enginn eða það? Sko, ég búin að vera í svona persónulegri tilraun með þetta að yfirgefa hann svona, og veist, þú getur ekkert gert það öllu leyti. En það hægt að kúpla út mjög mikið af þessum samfélagsmiðlum og lífmanns bara batnar við það. En þá ertu kannski bara svolítið að vera eins og munkur í klaustri eitthvað staðar. Það ekki félagsleg þáttaka. Nei, hún allan ekki þar, sko. Herðu, en það að ná eyrum fólks, það líka þekktur sögutráður sem það að uppbyggingu verkalýðshreyfingarinnar á síðustu öld að þá urðu til stjórnmálaarmar þeirra hreyfingar sem náðu að hafa mjög mótandi áhrif á samfélaginu okkar heimsluta. Kannski minni hér heldur en í Skandinavíu. En síðan þegar tíminn líður að þá fjarlægjast þessi flokkar, bæði fórustan í verkalýðshreyfingunni en líka í stjórnmálaflokkum, fjarlægjast þá kannski sem að þeir helst ættu að berjast fyrir. Það hægt að þeir sem eru
fátakastir með verstu félagslegu stöðunar, valdalausastir og rallalausastir í samfélaginu. Þeir eru ekki þeir sem að móta stefnuna, heldur sérfræðingar sem að koma og við getum bara leikið okkur að sjá það þannig fyrir okkur að verkamaðurinn segir að hann vilji fá hærri laun og þá segir sérfræðingunni það nú kannski ekki það rétta sko því að það bara ýtir undir verðbólgu og þess vegna verða launakröfu þínar að vera svona hófstiltar og ég vil bara svona ódýrt húsnæði og já það við verðum að vinna það með öðrum hætti, þú kannast við þetta. Já, bara markar. Já, alþýðuflokkurinn segir nei við göngum bara í EFTA og það mun skila þér meiri kjarabótum heldur en sko verkalýðsbaráttan og þarfendugotanum og þetta bara að gerast upp úr 50-60 í okkar heimslunda og þetta kallað svona bramísk þróun á vinstrinu. Já, Piketty lýsti því ágætlega þannig. Já. Og svo mætum við inn í okkar tíma og þá þeir sem eru veikastir, sem hafa minnst völdin og minnstu röddina upplifa það að þeir lifi ekki bara í heimi sem ekki þeirra, eins og verkafólk gerði náttúrulega sínum tíma. Við þurfum að berjast fyrir því að heimurinn yrði fyrir við okkar hæfi en það er ekki bara að við lifum ekki í heimi borgarastéttarinnar. Að okkar tímum að þá þessi sama tilfinningi á fólkinu en það horfið til vinstriflokkana og segir þetta nú bara dæmi akkurat sem heiminn sem heldur mér fyrir utan þannig ég ætla að kjósa þennan Trump eða Farage eða Le Pen eða hvað svo sem hann heitir og þá það vinstrið sveik sína tryggðar mei. Já, það líka, sko, ég tekið undir margt að þessum að segja, sko, en ég held stundum sé þetta svolítið svona ofsögum sagt, sko, það alltaf, það voðalega þægilegt fyrir bæði óánægða vinstrimenn og hægrimenn að segja að þetta sé allt vinstrinu sjálfu að kenna. En, sko, vandamálið í þessu sem felst í ómikilli fagvæðingu og ómiklum sérfræðingum sem þá að kostnað pólitískra ákvarðana. Ég held að Ísland hafi sumuleyti farið ágætlega út úr þessu að því leytinu til að hér hefur verið óbúslega sterk verkalýðshreyfing sem hefur sko ef maður samþykkir það að laun hafi áhrif á verðbólgu þá hefur það virkað til þess að völd almennings á Íslandi þegar kemur að því þau hafa bara verið nokkuð mikil af því að nafnlaun hafa hækkað alveg helling bara að þú horfir aftur í tíman og það að þú sért að stjórnmálaflokka byggi einhvern veginn út ákvarðanir sem eru bara orðnar sérfræðinga ákvarðanir og ekki lengur pólitískar. Það varasamt og held ég hvetji, þú veist, það sem þú út að lýsa að fólk horfur á yfir svið stjórnmálan og bara þetta fólk ekki að skilur mig ekki, sko, og hvað ég að fást við. Og ég ætla bara að kjósa einhverja mulningsvél sem tætir þetta niður, sko. Ekki fyrir eitthvað trúðin legara eins og var sagt með Trump og Hillary. Já, akkurat sko. Hún var svona á táknum þetta sem var alltaf að koma og segja þetta var alveg að fara að koma rétt handa við hotnið, þá munum kjörðin batna en þau eru bara ekki að batna. Vera í riðbeltinu í 30 ár og þetta bara versnar. Já, og þau eru, svo þau líka, svo það hluta til sko vitleysa þýlindurinn til að kjörin alltaf hafa batnað gríðarlega mikið. Þú veist, ég var þeirra ánægju aðnjótandi fyrir ekkert svo löngu að sjá mikið af vídeóum frá vopnafyrir á 10. áratugnum sem var þá samfélag í hraðri hnignun út af bara hinn og þessu en það bara fækkaði fólki þriðjung á 10. áratugnum. Vistu frá svo kvotan? Svo kom Grandi með hann aftur? Já, svo kom Grandi með kvotan frá Akranesi og víðar og þú veist, það voru, maður sá alveg að maður þekkir öll húsin þarna og sér að þarna eru malargötur og eitthvað svona, að það hafa allir það betra í dag. Þú veist, efnislega ok, ekki allir, en mjög margir svona þorri, ef þú tekur út meðaltal þú veist, þá standardin betri en það samt einhver tilfinning það að það sé meiri munur og ég held að sé alveg tvímælalaust þannig að á 95
þá var svona minni munur á milli þeirra sem höfðu minnst og mest allavega svona úr manns eigin upplifun og það sem ég ámið með þessu er að það blandast saman það að þú heldur að hlutirnir séu ekki alveg eins og þeir eru í alvörunni og að stjórnmálakerfið er búið að gera of mikið af hlutum af fagákvörðunum en ekki pólitískum ákvörðunum sem ég held að ég held að það til lengdar það sé betra að hlutir séu pólitískar ákvarðanir ekki teknar af sérfræðingum þó að það kosti það að það sé ekki teknar réttar ákvarðanir alltaf það því að bara kerfið okkar virkar best Áttu við þá að íbúarnir hafi þá tilfinningu fyrir að þeir hafi eitthvað mótandi áhrif á samfélagið? Já, algjörlega, bara og þeir hafið þá stundum takjaðar vitlausar ákvarðanir. Þetta náttúrulega, ef við tökum annar stað, því ég þekki í alveg sögu Vopnafjarðar, ef við ímyndum okkur bara Húsavík, ef við færum 50 ára aftur í tímann, að þá væru atvinnutækin í Húsavík stórleiti félagslegri eign og allar ákvarðanir framtíð Húsavíkur voru teknar innan Húsavíkur. Búðirnar og fleira voru bara, ég held að verið kaupfélagar og það var sláturhús og það var fiskvinnsla og sláturhús átti trésmíðaverksmiðju og bílaverkstæði og allt. Allar ákvarðanir þróun þessa sveitarfélaga eru teknar innan Húsavíkur. Nú er engin ákvörðun framtíð Húsavíkur tekin innan Húsavíkur. Það er búið að selja þetta allt í burtu. Kvótin er farinn. Þau eru háð ykkur þýskri fjölskyldu hvort að verði áfram rekstur á Bakka sem öllur getur verður ekki og svo er það líka bara út af öðru sem að hafa verið fluttar ég held að það sé nú ennþá sjúkrahús ekki en það eru alls konar opinberra ákvarðanir eru líka hafa farið annars vegar til Akureyrar eða bara einfallega bara suður þannig að völdin hafa verið sogin út úr þessu og eftir situr náttúrulega fólk sem bara býr í svona eins og verstöð eins og var á upphafi síðustu aldar og menn voru að skrifa þeir voru að byggja upp verkalýðsbaráttuna þá voru það þetta fullkomna valdaleysi fólks í ykkur samfélagi þó svo að göturnar sem malbyggaðar og þú kannski með sömu laun og getur verið í verkalýðsfélaginu að berjast fyrir hærri nafnlaunum en ástæða fyrir að við erum alltaf að berjast fyrir hærri nafnlaunum er að það sem á að tryggja okkur sem erum á lágum launum meira öryggi í samfélaginu sem er velferðarkerfið að það er svo veikt þess vegna þurfum við alltaf að reyna að sækja kjarabæturnar með launahækkunum á meðan að kannski í Skandinavíu svona fram að okkar tíma að þá komi kjarabæturnar í gegnum félagslegt húsnæði í gegnum barnabætur, vaxtabætur, svona stuðning á milli kynslóða og milli stétta. Já, en þetta er þó ekki, við erum þó með allavega 2 dæmi sem það að þetta er ennþá svona. Fáskrúðsfjörður, kaupfélag Fáskrúðsfjörðinga á loðnuvinnsluna. Þau munu ekki missa kvótann. Og munu engan kvóta að missa og ekki heldur Skagafjörður og Skagafjörður er svona ekstrem dæmi þar sem þeir eiga mjög stóra útgerð og svona lóðurrétt samþætt að eiga stóran hluta af atvinnulífinu þar en ég samt þú getur litið á þetta sem svona ákveðnar tilraunir hvað ef við höfum haldið áfram með kaupfélögin og svo skoðar þá hvað segir fólk á Fáskrúðsfirði og Sauðárkrók og í Skagafirði, er það meira sátt heldur en annars staðar, ég veit það ekki, ég hef ekki farið í þessa rannsókn en það er alveg hægt að fara í hana, þú ættir að reyna að finna Skagfirðinga og svo er hins vegar náttúrulega reksturinn og uppbygging og lýðræðið innan kaupfélag Skagfirðinga það er kannski ekki endanlegi dómurinn það hvernig er hægt að reka félagsleg batteri. Nei, en þetta er allan þó fyrirbrigði sem hefur lifað frá þessari tíð sem þú lýsa. En við þekkjum hörnun kaupfélagana sem enda í einhverju svona kommissara veldi og það getur vel verið að kaupfélag Skagfirðinga hafi staðnað þar en það er hægt að breyta því, það er bara hægt að halda lýðræðisvæða kaupfélag Skagafjarðar og þá er þetta komið með samfélag sem hefur eiginlega framtíð sín í öndu sér. Öfugt við Ísafjörð, öfugt við Húsavík
Já, þetta alveg meiri segja Neskupstað, sko, sem einu sinni fólkið hafði öll völd í sínum höndum en glutruði frá sér. Já, ég kann nú ekki þá sögu, en þar var einkavætt til íbúa, bara held ég víða á, já, bara mjög held, sem var svo keypt upp í byrjun. Það var selt til Samherja. Já, og endar þar. Einmitt, sko þessar tilraunir á Fáskrúðsfirði og Skagafirði eru ótrúlega merkilegar af því að þær eru þær sýna það að almenningur getur átt fyrirtæki og rekja þau og þeim bara gengið ágætlega. Og svo eru náttúrulega líka bara önnur dæmi eins og ég held að Novo Nordisk sé sjálfseignarstofnun eða móður félagið af því. Þannig að það alveg tækifæri í þessu. Og Carlsberg reyndar, fyrst útkomin til Danmerkur. Já, ég held að þetta sé víða, ég veit ekki, kannski þetta eitthvað svona skattamál að burgeisarnir komu þessu fyrir svona. Oft það þannig að maður að vara sig svolítið á því að draga of mikla álíktina. Já, það getur verið að það sé bara það, Möller, Mersk, fjölskyldan og hvað það nú heitir allt. En allavega þá eru alveg þess dæmi, það eru dæmi úr nútímanum þar sem almenningur getur átt hluti saman öðru sinna það sé í hlutafélagi og í einhverju svona markastorgi þar og meina það alveg umræðan að verði upp á það og tala hvernig geti elt sko. Þú sagðir á hann að það var komin upp svo stað að við værum bara eins og í upphafi 2000-aldarinnar. Viðbragðið þar var að stofna pöntunarfélög sem fór að panta áburð og hitt og þetta. Kannski verður það þróunin að setja upp einhverjar svona co-op samvinnufélög tiltekna þjónustu sem fólk vill hafa og ég meina kannski eru það ef maður lítur á verkalýðsfélögin sem svona öflugasta þó þú segir að þau séu svona eitthvað vanvirk einhverju leyti sko, að þá eru þetta samt batteri sem geta gert alls konar. Já, það hefur náttúrulega verið skilgreint svona að þeirra hlutverk sé eiginlega bara að semja kaup og kjör og þau eigi ekki að taka þátt í pólitísku starfi, þú þekkir svona andmælinn frá hægrinu og það líka það þannig að þau megi ekki fara í verkfall til þess að knýja á húsnæðisuppbyggingu þótt að það sé kannski mesta réttlætismál félagana. Þannig það búið að þrengja að þeim bæði formlega en svo líka í svona viðurkenning á þeim vettvangi sem að þau geta starfað á. Já. Þannig ef að Efling eða Hlíf í Hafnarfirði myndi stofna kaupfélag, ég held að myndi kosta sko gríðarlega pólitíska baráttu. Alveg örugglega, en ef að einhver hellingur af Eflingarfélögum ákveður bara að gera kaupfélag, ekkert undir merkjum Eflingar, þá það... Já. En gallinn þá að það er miklu flóknara núna að búa til samvinnufélag heldur en var áður og það þekkir fólk sem ætlaði að búa til byggingarsamvinnufélag í leigjenda í Reykjanesbæ og það hafði safnað einhverju smá peningum en það fór 3 ár í það að forma félagið þannig að fjallið að lögum og lögfræði kostnaði fleira og þá voru bara sjóðunir búnir. Þannig að þreki var ekki meira, það var svo flókið að glíma við það að almenningur ætlaði að fara að búa til félag og það passaði svo illa inn í allt í sambandi við lán og umsóknir lóð og því að það er allt smíðað af einkaverktökunum. Ég meina allt kerfið okkar er sniðið að hlutafélögum sem hafa þann megin tilgang að flytja sem mestan arð til eiganda sinna. Já, ég held að sérstaklega líka snerta á bara hlutir sem almennt til trafala að hlutir eru oft allt of flóknir og allt of tímafrekir og það eru alls konar atriði sem af því að þeir sem tapa hlutvarslega mest á því að hlutir séu flóknir eru þeir sem hafa lítil völd og litlar bjargir. Það er oft notað sem samkeppnisvarnir stórra fyrirtækja. Það var hlutina flókna. Já, bara það tæki 3 ára að fá eitthvað leyfi og eitthvað svona. Þú veist, það er bara, þá ertu búin að drepa þér mjög marga sem þannig að það, og þetta er eitthvað sem held ég voðalega víða í
svona flóknum samfélagum eins og í dag að það eru hlutir eru rosa flóknir. Þú veist, það flókið að fá leyfi fyrir lítið sláturhús. Að þú vilt ekki senda í þessi 3 stóru sláturhús. Svona maður taki svona einfalt dæmi. Þú veist, það alls konar hlutir sem eru voða flóknir. Við borgum sama gjald til þess að fá halda út útvarpsrás og sýn. Já, einmitt. Þannig að það er svona, og ég held að þetta væri svona, það væri hægt að lýðræðisvæða af því að sko hægrið hefur átt algjört engalega því að einfalda regluverk og hefur farið í þá baráttu með það hagsmunum að þú veist, draga úr einhverjum til að auka verðmætasköpun og eitthvað svona blabla. Ég held að sé að líka ákveðin lýðræðisvæðing í því að einfalda regluverk bara fyrir fólk til þess að bara byggingarsamvinnufélag geti átt sér möguleika og það stofna kaupfélag sem minna vesen og bara alls konar hlutir í okkar samfélagi sem væri hægt að prófa sig áfram með ef að hlutinni væri einfaldari. Kári, ég veit ekki hvað þú sást þetta fyrir þér að samtöl okkar myndi fara á þessa braut. Erum við að tala um það að eina ástæðan fyrir því að svona vanda vinstrisins og sósíalismans og félagshyggju er að samfélag okkar er bara síður félagsvætt heldur að var áður. Það sem voru vöggur og rætur þessara hreyfingar að þær eru bara ekki til staðar. Ég meina ef við förum á Íslandi 70 ára aftur í tíman að þá var náttúrulega allur opinber rekstur var félagslegur. Það var náttúrulega apótekarar ráku apótek, en það var bara á tilteknu svæði og voru gengust við ákveðnum svona samfélagslegum skildum. Það voru ekki það sem að síðar varð. Atvinnulífið var að hálfu leyti félagsvætt. Það voru samvinnufélög og bæjarútgerðir og orkukerfið var allt félagsvætt sem er núna verið að einkavæða og þannig að þetta er bara annar heimur að það er nú er eiginlega allt atvinnulífið undir einkarekstri. Það þeikir að innrás inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og raforkukerfið og út allt og eiginlega ekki hægt að sjá neitt vöxt hinum megin frá. Þetta er stríð sem er að tapast. Já, sko, þetta er stríð sem er að tapast, já, einhverju leyti, sko, og sko, það sem ég myndi segja við þessu er að það er ekkert endilega vandamál að það sé einkarekstur því að þú veist, það er bara svona allan er ég vinstrimaður þeirra að gera að sjá svona fyrir mér einhvers konar blandakerfi, sko. Þú veist, það er fínt að kapitalið leiki lausum hala í það sem það á heima en sé hins vegar ekki að snuðra í hlutum sem það á ekki heimi og þar er til dæmis hefur maður verulegar áhyggjur af menntakerfinu og umræðinu menntamál og það því að það síðasta sem það þarf að vera er einkavæðing eða semst aukin aðkoma einkakapitalars í því en hvernig maður svo mótar þessa ramma þú veist af því að svona miðstýralausnir og svoleiðis eru heldur ekki alltaf best til þess fallnar að tryggja. Ég tók dæmi af félagslegum rekstur samvinnufélögum og ég held að þetta fullir það að uppbygging sjávarútvegs á Íslandi byggðist á slíkum fyrirtækjum. Af því að einkafjármagnið það var bara of áhættu samt fyrir það að það eru undantekningar sem við höfum Alla Ríka og Einar Guðvinsson og Einar Ríka og þetta eru undantekningar. Langstæstu út all land var það fyrst og fremst uppbygging annars vegar á samvinnuútgerðum sem að byggðu nú bara heilu eins og Þorlákshöfn, byggðu það bara frá grunni heila samfélagið og svo bæjarútgerðum og þetta er ekki miðstýrt. Það var alltaf bæjarútgerð í Reykjavík eða Hafnarfirði eða UA og Akureyri og þetta var þetta var byggt upp til þess að tryggja atvinnu og við setja stóður undir samfélagið af félagslegum ástæðum. Einkakapitalið hafði engan á þessu tíma.
Þau voru meira og minna að byggja upp sínar heildsölur og eitthvað fleira sem var meiri skyndigróði og var ekki sama áhættan og var í sjávarútvegi. Þannig við höfum aldrei fengið uppbyggingu sjávarútvegs nema fyrir félagslega uppbyggingu. Þó svo að Matti Jó hafi verið að reyna búa til aðra sögu athafnaskáldin sem hefðu gert þetta. Já, þetta átt sig einhverju leyti sjálft í þeim skilningi að allt í einu voru allar þessar bæjarútgerðir búin að byggja upp afkastagetu sem var langt umfram getu stoppsins til að takast á við. Já, og eins og önnur fyrirtæki. En það sem ég bara á við að það að vera með dreifstýrða uppbyggingu, það sem að geta margir tekið þátt, það betri vettvangur heldur en það sem núna, það sem mjög flókið regluverk í kringum alla mögulega hluti og stórir aðilar vilja drottna yfir öllu og geta í krafti stærðar sinnar haft áhrif á ramman í kringu regluverkið og svo draumur kapitalista ekki frjáls verslun heldur einokun. Það held ég að sé svona almennt séð í gegnum söguna, þá vilja stórgrósserar bara eiga hlutina sjálfir og það lækka rána fyrir það að fleiri taki þátt sé gott. Og ég meina annað dæmi það sem þú ert að lýsa, það sem var svona dreifstýrð uppbygging á atvinnu, framhaldsskólar réðu sér meira og minna sjálfir lengst af og eru ekki og verða til á mismunandi tímum og sérhafa sig á mismunandi hlutum og ég held að rótina því að það sé eitthvað vandamál í menntakerfinu var þegar þegar ríki á 10. áratugnum fóru að skipta sér og mikið af því hvernig þið væri að gera hlutina. Og þannig að ég held að það þarf að vera í jafnvægi að fólki sé leyft að vera í friði með svona bara hluti eins og hvernig þú ætlar að haga námskránni í framhaldsskóla og fá að gera tilraunir með atvinnustarfsemi af ýmsum tagi en bara passa upp á það að það sé á þeim vettvöngum þar sem það ekki tjónaði og náttúrulega augljóslega menntakerfið dæmi það sem að einkakapital á ekki heima finnst mér í allan meira mæli en það nú. En hægrið sækir nú mikið af menntakerfinu núna og eiginlega svona boða það að það sé allt í steik þar. Kennarunum sé raunverulega ekki treystandi fyrir menntakerfinu og það þurfum við að veita þeim eitthvað svona aðhald og fleira því að annars sé bara sóa fé og börnunum ekki kennt og það bara gríðarlegur massa áróður frá Morgunblaðinu og Viðskiptaráði þetta. Já, það hefur verið það en það í þessari umræðu hefur mér stundum fundið skrítið og teka fram að ég hef ekki hundsvit á menntamálum en annað sem notandi menntakerfis á sín tíma að að það bæði finnst mér að skrítið hjá hvort sem Viðskiptaráði að Morgunblaði að halda því fram að samræmd próf bjargi einhver í sjálfu sér. Mér finnst líka skrítið að sé einhver hæðsla við að halda samræmd próf. Það bara einhver leið til að meta einhvern árangur og eitthvað svona en það sem þessi Viðskiptaráð að náttúrulega segja eða maður telur sér vita að þau vilji fara þangað að bara, óbyrrakerfið, það virkar ekki neitt. Það sem við þurfum að peningar fylgi barni og þú getur bara valið skóla og með glundróðinu sem því myndi fylgja. Fara þessa leiðina sem Svíar fóru sem hildi að veri sjálfur hildilega. Sem eru til rannsóknir að hafi verið afleidd leið, bara heilu bókasöfnir það. Já, en ég nú svo stundum grínast með það að Ísland gerir nú aldrei neitt fyrir að búa að sína fram á það virki ekki á Norðurlöndum. En þetta allavega menntakerfið held ég að sé það augljóslega eitthvað í gangi ef maður á annar borð telur að þessi PISA-próf sé að mæla eitthvað að þá þau ekki að þróast í jákvæða átt og þá rétt að athuga af hverju það ég held að það geti alveg verið að það sé bæði rétt samtímis að þú getur treyst kennurum
og að það sé ómikil miðstýring. Af því ég held að hlutirnir hafi byrjað að fara út af sporinu í menntakerfinu. Það treysta kennurum náttúrulega gegn miðstýringu. Já, ég held að eigi að leyfa skólunum að ráða hlutunum meira sjálfur. En auðvitað það... Gagnrýni frá viðskiptaráði og mokkanum eiginlega að það þurfi svona einhverja miðstýra stjórn til þess að passa upp á kennarana. Það með ekki sleppa lausum í kennslustofuna. Já, en mér hefur fundist það, svona ég skil það ekki alveg, af hverju að ég, svo sem veit ekkert hvort að það sé einhver opinber afstaða kennara að vera á móti þessum prófum, en allan að hefur maður heyrt mótrökin fyrir þessum prófunarumræðu oft koma úr þeim ranni. Að mér finnst það svolítið skrítið að vera kategórist á móti því. Ef að alveg eins og mér finnst skrítið að halda að það í sjálfu sér muni redda hlutunum að taka það upp, sko. En þetta svona... Það kannski þetta dæmi það hvernig hægrið getur stjórnað umræðinni, að umræðinni byrja að snúast þetta atriði. Já, það er algjör smáatriði, þannig séð. Og það alls svona sjónarmið það að þessi samræddupróf sem voru eru ekki að mæla það sem að skólanum falið að gera. Skólinn á að undirbúa fólk til þáttöku í lýðræðslegu samfélagi og fleira og það ekki mælt í þessum samrædduprófum og fleira. Þannig ég býst við að andmælinn séu þau að þetta og getur verið hættulegt, segja svona jú, sjálfst að mæla þetta en það getur verið hættulegt ef þetta eina mælingi sem við höfum að það sem mælt að það gerum við og þannig að fókusi fyrir allir yfir á þetta og smátt verður bara áherslu á að kenna hér íslensku, stærðfræði, dönsku og ensku. Já, en sko, ef að enginn kann að lesa almennilega, þá ertu líka í vandræðum með þáttöku. Já, það ekki þannig að fólk kunni ekki að lesa því voru ekki í samræddupróf, myndu kennara. Nei, og það held ég sé alveg 100% rétt hjá þeim, sko. Þannig að eigum þá ekki bara ræða lesturinn og svona og salta aðeins þetta umræðu samrædduprófin. Jú, og meina það grundvöllurinn að því að í þessum tæknivædda heimi nútímans að þá verður lestur og lestskilningur meira og meira mikilvægur. Já. Þannig að það þarf að ræða það. Herðu, VG datt af þingi sem náttúrulega verið sjokk fyrir VG, engi búist þessu. Já, þetta var það mikið sjokk en maður náttúrulega sá að það var verulega brattan að sækja þarna. Flokkurinn hafi mælst undir 5% bara missurum saman minnum mig, ég held að það fara undir 5% upp, svona snemma árs 24. Febrúar mars og voru þar bara undir. Já, og það er mjög erfitt þegar þú komur að undir að rétta úr kútnum og auðvitað vonaði maður og hafði trúið því að það væri hægt en það reyndist ekki við höfum ekki erindi sem við í því. VG þá tilraun eða tæki, flokkar eru bara tæki, baráttan fyrir utan og ofan flokkana. Þetta tilraun sem búin? Ástæða til þess að reyna að lappa upp á VG? Sko, ef það hægt að lappa upp á tækið, þá það auðvitað held ég stysta leið í mark út af því að það flókið að setja á fót landsdekkandi stjórnmálahreyfingu og í sínu pólitíska erfðaefni býr Vinstri-hreyfingin grænt framboð auðvitað af arfleifð sinni og hvernig hún verður til og allt það í því að vera landsdekkandi og í því felast, ef maður reyna að líta á þetta alveg kalt þá felast í því mjög mikil verðmæti en að samanskapi ef að það reynist erfitt að svona endurheimta trúveruleika og traust kjósenda þá náttúrulega þarf að hugsa það aftur en hinga til hef ég haft þá trú að það felist í því mjög mikill styrkur að vera með þessar djúpu rætur í vinstri pólitíka á Íslandi sem VG hefur haft vera algjörlega með starfsemi víða land og svona það netverk sem fylgir því í því félagsverðmæti og þannig að ég held að maður ekki að henda verkfærum bara því að þau séu biluð sko. Það annað betra líklega, þá hendur því. Já, ef það annað betra, ég sé ekkert annað betra sko. En þannig að þú sér fyrir þér að VG muni láta á það reyna í næstu 17. kosningum?
og svolítið svona do or die að ná halda stöðu sinni þegar við með sterkar stöðu víða út á landi í Múlaþingi og Norðurþingi og ekki einn á Akureyri og einhverjir í Skagafirði og Jú, bara með svona höfuð víi flokksins á sveitarstjórnarstiginu núna í dreifðari byggðum. Í dreifðari byggðum og svo náttúrulega þetta þáttaka í þessum merkilega meirihlutinni Reykjavík núna sem áskorun og tækifæri. Ég svo sem held að það sé ekkit búið að ákveða alls þar hvernig þetta verður gert. Það eru svæðisfélögin sjálf og kjördæma flokkurinn sjálfur verður að ákveða þetta hvar sem það í hvaða sveitarfélögum. Og það verður náttúrulega ákveðið svona stresstest á stöðuna næsta vor. Og ég held að sé bara svolítið ólíkar aðstæður. Þú veist, það ekki hægt að koma með eina svona vafki-lausn sem passar í öllum sveitarfélögum landsins. Það einar aðstæður í Reykjavík, það aðrar í Kópavogi og svona. Og hvernig vinnst úr þessu verður fróðlegt að sjá og gaman að sjá hvernig vinnst úr þessu, af því að verkfærið alls ekki ónýtt þó að það hafi bilað í síðustu kosningum en það þarf að taka til hendinni í vetur í pólitískri umræðu og það verður fullt tilefni til pólitískra umræðu í vetur. Nú í morgun var ekki verið að breyta stýrivöxtum og mér fannst maður nú lesa út úr orðum fjármálaráðherra sem sagði að það að grípa til aðgerða út af verðbólguvæntingum og eitthvað svona, að það sé nú kannski ekki einfalt mál að setja saman fjárlög þegar ráðherrar búin að lofa öllu fögru og ný ríkisstjórn með ríkt umboð til að gera breytingar og gera hlutina bara. Þegar hún fer að takast á við talnaleikvimuna sem fer fram við að sjóða sama fjárlög, að þú veist, það verður rými í pólitíska umræðu og gagnrýni frá vinstri á næstu mánuðum og það ætti að reynast fóður fyrir vinstri græn sem og aðra flokka sem eru þarna á þessu litrófi að fara að krafti inn í veturinn. Þú trúið því að VG hafi afl til þess? Já, ég vona það. Kári, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig svona, við kallum þetta rauðaþráðinn. Hann náttúrulega fer út allt. Hugmyndin svo að spjalla við fólk eitt í einu eitthvað fram á haustið. Svo kannski seinna þá fæ ég fleiri til þess að koma saman og þá kannski heyri ég þér aftur sama efni. Alright, takk fyrir það. Já, og þetta þá lokinn á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Kára og öllum gestunum sem hafa hingað komið, Maríu Lilju og Sigrúnu Magnúsi fyrir að taka hér viðtöl og segja með mig fréttir fyrir í kvöld. Laufi Líndal Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi staldrað við og hlustað. Breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna, þau byggt upp dreifikerfi, bara með að segja vinum og vandamunum frá efni sem að ykkur líkar hér og þá leitar fólk okkur uppi og þannig eflist og styrkist dreifikerfið. Og svo hluti ykkar sem hafið gert áskrifendur sem raunverulega knýið áfram samstöðuna, hafið byggt hana upp og munum vonandi halda áfram að byggja hana upp. Ef þú vilt slást í þann hóp velunara samstöðurinnar, þá getur þú gert áskrifandi líka og það einfalt. Þú ferð á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2.750 krónur sem að mér satt að sé lágt verð með við það efni sem við búum til hér. Mátt borga meira og vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþjóðfélagið. En það einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta tilraunaverkefni, við erum bæði að leika okkur með form á þáttum og hvernig haldið utan samræðuna en þetta líka tilraunaverkefni í svona rekstrarformi. Hugmyndin svo að félag áhorfenda og áheyrenda eigi samstöðuna alþjóðfélagið og geti haldið henni gangandi og byggt hann upp. Ef það tekst þá þetta merkilegt verkefni. Þú vilt taka þátt í því að þá hvet ég til þess að gera starfskvætti sem allra fyrst. En þetta komið nóg í bili, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst aftur annað kvöld klukkan 8 á slaginu að þá verða sagðar fréttir samstöðurinnar. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.